eitthvað sjóopnum baka okkur líka? Já, hér er. Slögt að sjónvarpið hérna. What the fuck? Ekki að þessu. Það stæði að slaka hinn í sjóopnum núna. Já, kom aftur. Ja. Ok. Ekkert mál, við erum ennþá á tíma. Það er ekki enginn að gráta mínútur. Nei, Við elskum mínútur. ég elska mínútur. Emsa, er þetta 8. umferð? Já, ég held þessi 8. 1, 2, 3. Þetta er 8. Já. 7. var þriðjudaginn senst.
Góða kvöldið og velkomin í 8. umferð ljósaradeildarinnar. Við afsökum smá seinkomu en ég var að telja hversu margar umferðir voru búnar, þannig að já, það er bara þannig. Reiknum við fannast það ekstra snemma í dag. Ekstra snemma sko. Og þarna, já, ég ætla bara að minna á það að Dói er komin til minn aftur. I'm back baby. Já, það er geggjað. Því er ánægður að vera að koma með minn mann aftur. En já, Dói. Já. Ný umferð. Það þýðir að við þurfum að virða fyrir okkur stigatöluna. Það er ýmislegt búið að gerast í fjárverið þinni. Já, ég nefnilega náði ekki að horfa síðan útsendingu, en ég er spenntur. Já, og bara við fáum það upp á skjáin núna. Það er Þór tróna á toppnum nú yfir Dusty í öðru sæti og Dusty í því þriðja jöfna stigum, en innbyrðis viðureignin er hliðholl nú, eins og þú veist. Ármann, Lava og Breiðablik öll með 8 stig, Viðstöðu og Saga með 6, Fylki með 2 og Tension á botninum með 0 stig. Þessi deild er bara ennþá galopin. Já, heldur betur. Ég meina 8 stig liðin geta komið upp við nú og Dusty bara með 1 sigri og síðan er Viðstöðu og Saga þarna. Ég meina það eru 6 stig sem skilja að 1. og 8. sæti. Þetta er galopið. Já, vissulega. En Dói, í kvöld eru 2 leikir. Skulum kíkja á þá. Já, það er allan að Ármann og Tension sem að er í fyrsta leik og Viðstöðu og nú eiga annan leik. Þannig að við byrjum á Ármann og Tension, þannig að það verður mjög skemmtilegt að sjá hvort að Tension kræki sinn fyrsta sigur og eins og við sáum, þeir eru neðst á stöðutöflunni. Eru það með nýjan leikmann líka sem verður spennandi að sjá hvernig hann stendur sig. Ég sá ekki senast leik, var hann góður? Hann var góður. Ok, spennandi. Mjög hátt sens, high sense spilari. Það er gaman að fylgjast með þeim oft og hann, já eins og þú þekkir, þá bara, hann var að spila Dust 2, stóð sér vel, eisaði og á móti spari reyndar, en við það er ekki að fylgja sögunni, það er ekki að fylgja sögunni strax, skilur við, en þú veist, hann stóð sér bara ágætlega, hann fær solid 7 hjá mér. Ok, vonandi befáum bara meira því sama. Já, nákvæmlega, og já, hinn leikurinn að sjálfsögðu Viðstöðu nú og Viðstöðu náttúrulega er á góðu róli, Tension og Fylki sigur, en nú er þetta aldrei stór biti með að við hver er á stöðuterminni. Hann hefur gaman að sjá hvernig Viðstöðu bregðast við því og Alli og félagar væntanlega mæta því, en það gerðist eitt í seinustu umferð. Gerðist eitt? Það var skemmtilegt moment. Það er spurning hvort við fáum klippaði, hvort við eigum klippaði og bara hvort að útsendingastjórn geti gefið okkur klippaði, því að þetta var mjög skemmtilegt. Það var í leik Fylki og Viðstöðu í Miras og það var eitthvað bras þarna. Af hverju er alltaf eitthvað skemmtilegt sem gerist, þá var það Fylkir. Já, en það er rauninni Viðstöðu sem að verða þarna við og það er ekki við grensan og það vantar bara tónlist undir þetta. Þetta er eitthvað magnast að klippa. Já, ég skil ekki hvernig gaurinn í Palas náða að lífa svo leið. Það voru 2 rifflar að skjóta á hann. Já, en líka sko, hvað, ef þú ert Palasgaur, það bakka bara, það er 2 spón, ég þarf hjálp, svo bara þín bara degja, bara. Bara, ég kannski ekki fyrir að ná í byssu bara. Nei, ég myndi bara verið í sjokki, sko, ég veit ekki hvernig ég myndi bregðast við. Þetta var mjög fyndið og þetta gerist það sjaldan þegar eitthvað svona gerist, að ég þurfti að lesa upp í hægra hotninu, þú veist, í killfeedið, hvað gerðist. Já. Því að sko Tony grensaði sjálfan sig og grensaði vinsinn, en það var assist frá öðrum og ég bara, hvað er að segja? Já, en þetta var mjög skemmtilegt moment. Leiðilegt á að mista það því, en það er ennþá... Ég er bara að sjá það núna, þannig að ég er bara góður. Já, maður þurfti að upplifa þetta. En Jón Þór Demantur kom og var mjög fínn í þinni fjárverð. Já, sjálfsög, Jón Þór er algjör meistari og hann hefur bara rústað þessu. Já, heldur betur. En það er Ármann og Tension sem er að fyrsta leik og við ætlum að kíkja á lið Ármanns. Það er, já, mér skilst að Hundsi, hann er með, en ekki Lambo. Það var Krúser í staðinn eða eitthvað svoleiðis. Krúser. Ok, bara gamla lænum mætti aftur. Já. Chris. Okay. Já. Mér fannst skrítið þegar vorum að heyra að það var í Krúser. Já, Chris að hann kemur inn. Chris og Chrissi Krúser. Já. Þið skiljið mér skilji. Krúser þegar við heyrum Chrissi. Já. En það er eiginlega bara því þekkjum hann. Já, fólk fyrir ekki verið okkar það. Já. En já, Chris kemur inn fyrir Lambo og ég verð að segja, Chris mjög góðu spilari, en Lambo hefur verið
solid fyrir liðið undanfarið, þannig að þetta gæti verið blóðtaka. Líka bara allt annað spilar heldur en Chris og Lambo svolítið tekur rólinn sem að ekki allir vilja. Já, vissulega, og það er náttúrulega nákvæmlega það sem að liðið þarf. Hundsi, Vargur, Hyper og Ofvirkur, þeir hafa spilað alla leiki liðsins og það verður gaman að sjá bara hvernig þessu liði gengur með svona breyttu ívafi, með Chris innanborðs. Chris hefur ekki spilað síðan hann var með sögu á farsenstímabili þetta. Ég skil, en þetta er svona spurningundan að vera að halda sig við. Já, hlýtur að vera. Hlýtur að vera búin að kíkja í A-mappi eða eitthvað, ég veit það ekki. Það hlýtur að vera. En já, það er hinum einn. Tension. Nei, býttu. Já, toppmannin eftir. Ég glemdi því. Okay. Þú þurfti náttúrulega ekki að giska alla senstu umferð. Nei. Jú, ég giskaði fyrstu þriðdaginn. Fyrstu 2. Já. Ég hitt á fyrstu 2 eða ekki? Já, Jón hitt á alla. Líka? Ok. Á blóðtakaði senst það. Jú, ég hitt á báða 2. Ég hitt á Dusty og ég hitti líka á hérna. Já. Ok, en ég er tilbúin. Ég ætla að giska á þessi, Chris. Nei, þetta er Hyper. Hyper. Hyper er búin að eiga nefnilega svona silently gott tímabil og reyndar ekki með besta HLTV-reytingi eða ADR-ið, en opnarnir þar eru nefnilega ágætlega háar. Já, þetta er alveg svona tiltrúlega mid-high-end opnarnir. Já, 100% og er búin að vera mikilvæg fyrir lið Ármanns og kemur alltaf nýr inn á þessi tímabili, var að spila með kortringjum á senast tímabili en hefur verið að taka svona skarið hvað varðar það að koma bara inn í liðið og bara opna leiki, vera bara solid leikmaður fyrir liðið á meðan bróðir hans Ofvirkur og Vargur hafa verið í þessu stjörnu hlutverki, þá hefur hann tekið á sig svona aðeins svona þriðju stjörnu hlutverk. Já, maður segja það. Ég held að það sé rétt lýsingi það er ekkert mikið frögg og stig að finna þegar þú ert með Varg og Ofvirk með þeirri liði sko. Já, ég meina annarkvort þeir eru að vinna leikina eða skýta með þeim. Já, það er svolítið þannig. Já, ég meina, þú veist, við getum farið þetta yfir, þú veist, þeir eru að vinna viðstöðu í Miras, rétt svo, vinna síðan Breiðablik samfærandi, tapa á móti Dusty 16-3, vinna Fylkir 16-1. Þú veist, þetta er svona fram og tilbaka, skiljur. En það eru andstæðingar þeirra, Tension, kannski lítum á liðið þeirra. Það er Capping Tide Hugo Mosi, nýjmaðurinn, og Sveittur. Hvað getum við sagt þetta leið? Til að byrja með þetta er ekki breski strákurinn Mosi, þetta er annar. Já, þetta er annar. Ok, kemur hann frá Breitlandi eða Bandaríkjunum. Bandaríkjunum? Var í Bandaríkjunum. Ég skil. Þannig að við erum bara að fá hann aftur heim. Það er aftur heim. Þetta er, hvað heitir þetta aftur? Þarna, Norður Íslendingur eða eitthvað, maður það ekki. Nei, Vestur Íslendingur. Vestur Íslendingur, ok. Já. Frábært, bara fleiri góðir spilarar. Ég held að hann sé samt ekki Vestur Íslendingur, hann bara var í Bandaríkjunum. Já, ég veit ekki það sko, ég vissi bara að hann kemur frá útlöndum. Allavega Capping Tide, Hugo Mosi og Sveittur. Þetta er 0 stig í deildinni. 0 stig, en það er ekki að sjá, þú horfir á line-upið. Nei, ég meina Capping Tide búin að vera í liðin sem eru búin að vinna hellingadóti, Hugo búin að standa sig frábæla. Já, ég bara veit einn leik sem Mosi hefur spilað og hann stóð sig ágætlega og ég meina Sveittur var að vinna LAN fyrir bara það bil mánuði sko. Einmitt. Hvað er á segið? Af hverju er þetta lið ekki að sigra leiki? Við verðum bara ekki að spurja þá. Ef ég ætti að giska þá myndi ég segja bara að mér finnst vanta kannski smá trú á það sem þeir eru að gera. Og það er eðlilegt þegar þú svona rétt tapar leikjum, trekk í trekk. Það vantar ekkert upp á, en þú bara tapaði með einhvern veginn, þá fer trúnin svolítið að dvína. Já, hvert viljum við sjá þetta fara fyrir bestu sénsa Tension til að vinna? Ancient myndi ég halda. Við erum ekki fyrir Ancient. Pottet ekki fyrir Ancient. Við erum fyrir Núk. Auðvitað erum við fyrir Núk. Við erum samt ekki, hlutfallslega erum við ekki búin að fá rosa mikið af Núkleikjum, það sem aðvað deildinni, sko. Ég held að það sé ekki rétt. Ég held að Núk hljóti að vera næst vinsælasta mappið. Næst vinsælasta? Já, ég held að Ancient sé nummer 1. Ancient nummer 1, en við erum líka búin að fá, innfleiki, kannski að Núk sé nummer 2, ég veit það. Það er örugglega nummer 2. Við tókum það 1 kvöld, það voru 3 leikir. 3 Núkleikir. Það var blóðtaka. Hver er toppmaðurinn minn? Toppmaðurinn þinn í kvöld, það er Mosi. Það er rétt. Yes! Herru, það er allan sko, hann átti fínan döstfjöleik. Við erum að fara í Núk núna og ég meina, sjá þetta, 21 opnun, 62,2 í ADR og 0,92. Er ekki búin að spila 1 leik? Þetta getur ekki verið. Þetta er ekki factually mögulegt. Nei. Hann getur bara verið með 16 opnanir.
Nei, hann gæti verið með, að fengið opnum já, hann gæti verið með 30 opnanir. Hann var samt ekki með 30 opnanir, en þú veist. Þetta þá að fara í overtime-bistu? Nei, þetta fór 16-12. Já, þetta er ekki séns. Nei, þetta er ekki séns. En samt sem áður, Adjar var fínt, hann stóð sig ágætlega, en Þórsara voru bara rosa sterkir í þessu. Svona eins og við mátti búast í rauninni. Þrátt fyrir að Rín var í fríi, þá kom Delli, flotturinn, og tók leik með þeim. Gott að hann á kantinum. Já, pældi því. Að eiga í Della á kantinum, það er mjög þærlegt. Super sub. Já, þegar hann ekki gerir eitthvað annað. Nei. Detta á puttan og eitthvað, ég veit ekki. Hvað meira? Hvað meira gerir Delli? Veistu, ég er að veikana, ég þekki hann ekki sérstaklega vel. Ekki? Nei, þetta er svona spilur sem ég spilaði aldrei með. Þetta er bara pubstjarna. Þetta er ekkert annað. Nei, hann er fýtt strákur. Ég held sem er þriðju hæðstu leikina, annað eða þriðju hæðstu leikina á Faceit á Íslandi. Í alvörunni? Já. Ok. Hann spilar. Ég held að Míndigrís sé með flesta leiki. Hvað er þetta margir leikir, Tómi? Það er Guð má vita. Míndigrís veit þetta. Í alvörunni. Er þetta 1000 leikja bara? Já, þetta eru 1000 leikja. Já, ég menn, ert þú ekki komið með 1000 leikja? Nei, ég er með 400 leikja á Faceit held ég. Ertu með 4? Já, þú náttúrulega varst alltaf að skrimma bara á eitthvað. Já. Þú varst bara að taka einhverja leiki með liðum. Ég kann ekki pökka, sko. Ég kom með fleiri Faceit leiki en þú. Já, það hljómar ekkert. Þú ert ekki betri en ég, sko. Takk. Er ég ekki með að mæla í ílöfum þú, eða hvað? Ætlum við að mæla þetta allt í ílöfi? Ég held að það væri mæla einingin. Já. Það verður bara sjást setna á tímabili. En þú veist, sko, já, ég er með 1400 leiki eða eitthvað. Míndigrís er með 8000 leiki eða eitthvað. 8000 leiki? Já, gaurinn er með 14.000 klukkutíma síðan, sko. Jesus, hann er bara nálgast, vá. Maður hefði haldið að hann væri betri, sko. Nei, við getum ekki sett svona pressa á fólk. Það er ekki sanngjarnt. Nei, hann er með töluvert mikið af tímum. Já. Hann er með fullt af leikjum og Delli er ekki langt undan, sko. Ok. En við erum að tala um Della og Míndigrís og þeir eru ekki eins og að fara að spila í kvöld. Nei. Hver heldur það sem ég hæðstu tímana í Ármann? Það hlýtur að vera ávirkur. Það er ekki Vargur allavega. Nei. Er hann komin yfir 2000? Nei, Vargur byrjaði bara í fyrra, sko. ICS, já. Aftur. Já, eftir eitthvað 10 ára. Já, það er alveg magnað. Það er actually, hversu fljótur hann er búin að ná sér, magnað, sérstaklega í ljósið þess að hann notar æsmatt. Hann notar sama gír og hann notaði 2000 og hvað var það? 8. Hann var að auglýsa eftir MX 508. Já, ég seldi honum mína gömlu. Já, hún bilaði samdags. Nei. Hún bilaði samdags. Það var ekkert að þessari mús. Halldór, við vorum að lýsa leiknum sem hún bilaði. Hann braut hana bara. Ég brýti ekkert mís og ég er með ábyggilega stærri hendur en hann. Það er ekkert að þessari mús og það er engar endurgreiðslur í okkur þykjall. Það er engin gögn það. Meinaru. Það er fakt. Já, fakt. En er líka fakt að hann keypti músina af þér og síðan var hann að spila kvöldið, þú varst að lýsa leiknum og það kom technical pause og ástæðan var út af músinas vaks. Mér rámar eitthvað í þetta, sko. En eins og ég segi, það er yngri refunds. Ertu búin að selja fleirum eitthvað gír eða? Hvað? Ertu að búið til eitthvað samsæri eða? Nei, ég er ekki að fara að byrja. Ég er bara að spyrja. Ég er að spyrja fyrir vin. Ertu að selja eitthvað meira eða? Það bilar allt. Já, nei, Tómi, einn hlutur bilaði kannski, er ekkert, på stannirina. Já, það er bara eins og Nei. Það er engin úturkoma frá þessu. Nei, þú segmentar ekki yfir neitt annað heldur. Við erum bara fastir að tala með mig að selja eitthvað tölvudót. Já, en þú veist hvað, þú getur farið í Elko og keypt tölvudót líka? 100%. Já, gott tölvudót þar. Já, Ég keypti, sko, lyklaborðið mitt þar. Hvernig lyklaborð? HyperX. Nice. HyperX. Í alveg, þetta er ekki plugg. HyperX heyrnartólinn er eitt besta bang for your buck sem getur fengið. Já, örugglega svona bestu gaming budget heyrnartólinn. Já, þú veist, ég eiginlega spáði að fá mér aftur, sko. Þau eru svona aðeins byrjuð að komast á aldur. Þau eða þarna Game Zero klónin sem að fæst líka í Elko. Þannig að, er ekki GSP eða eitthvað líka? Basically, sami mic, sami headset driver. Já, bara aðeins öðruvísi. Já. Það er nefnilega helling að finna í Elko. Sko, maður er
sko, ég pælir svo mikið í því að af hverju fer maður ekki oftar Elko að vestleikunum dót, sko. Þetta góð verð. Vá, þetta allt kemur óslega út eins og ég pluggaði þessu, en þetta kemur rosa náttúrulega. Mér finnst það svo mikið bang for a buck, út af því ég var að tala HyperX lyklaborðið mitt sem ég mjög hrifinn af. Hvernig heyrðum þú lærtum heima? Ég er með HyperX Cloud 2 Flight eða eitthvað svoleiðis. Einmitt. Og þau er bara mjög fín. Hei, nú komum leikinn. Já, heldur betur. En já, Ármann kreiksaði allan í hnífarandið, byrjaði að síða með einn væntanlega, myndi maður halda. Og já, maður ætti að halda að allt ætti að fara hérna á stað fljótlega. Virðist verið einhvers konar pása hérna, Tommy? Já, eða hvað? Erum við ekki bara að fara á stað? Nei, ok, beintast það. Beintast það í fyrsta nándið Setarkrík kjarnorkuverið í Idaho, Iowa eða eitthvað í fylkjunum í Bandaríkjunum. Það er beint inn sveittur Leifir för hér. Hætt. Það er Chris og Ofvirkur sem taka þarna góð frögg tilbaka og Vargur tekur músi úti. Þá er Hugo einn eftir en Ofvirkur afgreiðir hann. Og þá er fyrsta nándið sem fer til Ármanns og já, þetta var bara samfærandi rondað inni. Veistu, þetta var mjög hættulegt rondað inni. Ég myndi segja að þetta hefði getað verið báða vegu, hefði Chris ekki staðið á sínu og fengið þessi tvö hættuleg headshot-frögg að taka þetta mútið glokkum. Það hefði getað farið aðra vegu. Já, 100%. Og þarna sjáum við aftur að þarna Chris, þetta er leikmaður sem var talað sem rosa mikið svona, já, aim-star og þarna kom sterkur inn í lið sögu á sínum tíma. Hvað er að sjá sensið hjá þessum manni? Já, það er mikið. Það er rosalega mikið, hann titrar. Já. Við þurfum að fá staðfest hvað þetta er actually í tölum. Hann minnir mig dálítið á þegar að þarna, ég fekk einhvers konar sýkingu, einhverja sveppasýkingu eða eitthvað. Og ég þurfti að taka einhver lyf og ég byrjaði bara að titra. Þetta er svona, hann er svoleiðis, sko. Ég skil. Alveg á fullu, sko. Það minnir mig á Denos í 1.6, þegar hann var bara með, sko, hann var með mestarsenn sem ég hef séð mann nota. Já. Það voru allir með þessar risastóru móttur og þungum ís. Já. En hann var bara með, sko, hann rétt reið úliðinn og hann var bara 360. Já. Hann var náttúrulega rosalega góður í KZ. Einmitt. Hann var rosalega góður í KZ og já, ég meina að mínu mati þá þarftu að vera, ekki kannski með 5 í sens, en þú veist, ég er með fullkomi sens, þú veist mér. Okay. Ég er með 800 með 1,5 í sens, þannig ég er með svona 3 í 400 cirka. Það er bara fullkomi sens fyrir KZ finnst mér. Smooth hreyfingar, getur tekið þarna 180 mjög auðvitað sem er náttúrulega oft í KZ. Meina, það er bara nákvæmlega sem að Denos held ég sé að fara í. Ég veit ekki hvort hann gerir þetta ennþá, sko, en mér finnst, og mér farið að finnast meira, því meira sem ég spila hana leik og er í kringum þessa leiki, er að sensið þetta er svolítið svona hversu mikið þú nærð að æfa þig. Ef þú getur eftir rosalega mikið, þá ættir að vera í hásensi, að þú getur viðhaldið eimuninni ennþá. En ef þú ert, skilur eins og ég, með 3 börn og allt í hassi, þá bara lækkar þú sensið þetta mikið og þá þarftu ekki að spá í. Ég ætla að stoppa það hana. 3 börn, en það er ekki allt í hassi. Það er alls ekki það. Nei, ef þú veist hvað ég meni, ég er ekkert, þú veist. Já, ég er alveg sammálaður upp á því leiti að ég var að spila með láttsens. Ég fæ svo illt í öxlina. Já, það eru aðvísrúta meðslinn. Já, öxlin, já, eru margir sem fá meðsli í öxlina, það er ekki yfir úliðurinn. Við sem að notum hendina til að hreyfa okkur, hvort að nota öxlina. Já, það er satt. Þannig ég hækkaði bara sensið mitt, fór í 800 dp og Alveg döð? Já, lækkaði sensið mitt þannig séð. Ég var í 2,7 held ég, í 400. Ok. Ég hef verið í rosalega litlu sensi því eins og ég segi, ég hef ekki haft, líka í liðunum sem ég var í, þá hafði ég ekki mikinn tíma til þess að vera deathmatcha eða æfa mitt þannig sé. Þú varst inn á server að æfa smoke og flush, eða ekki svona æfa, að finna smoke og flush. Finna smoke og flush og laga og horfa demo og svo þannig. En að ég, þú veist, var meira í því heldur en að aim treyna, þannig að ég var bara með rosalega lítið sens. Ég fann eitt smoke fyrir ykkur. Ég fann úr Mexican í Inferno backside. Alveg rétt, þú varst inn á server með okkur eitt mann. Ég fann hann óvart. Ég var hitti eitthvað og hitti síðan aftur á þetta og Dói, sjáðu þetta. Geggjað. Ég var gett ánægð með sjálf á mig, síðan sá ég hann aldrei nota hann. En ég er búinn að nota hann. Nice. Það er þegar maður finnur sjálfur smókana og svo öll að muna á. Það verður svona börnum hans. Flussin og smókana sem maður býr til sjálfur og þannig. Ef þú ættir að tippa, Dói,
hversu marga smóka og flush heldur þú að gaurarnir sem að þú varst með í liði, eins og þú ert búin að vera með, já, þú ert búin með Ofvirk, þú ert með Cruiser, Góter, Stals og svo framvegis, Myndigrís, hversu marga smóka og flush heldur að þú sért búin að kenna þeim og þeir eru ennþá nú í dag? Þá er ég bara að tala hvað er bara með prósentu, svona ish? Ég get ekki komið prósentu, en þegar ég horf að lafa þá sé ég mikið að dóti sem að við gerðum. Hugsalega þá, það er ekkert eitthvað, við eigum þetta allt í sammenningu, ég líti á þannig. Þegar liðið er með eitthvað stöff eða plön sem að þeir taka áfram með sér í næstu lið, þá er þetta ekki liðsins finnst mér, frekar heldur en þetta sé eitthvað eign mín eða eitthvað áleika. Ég var ekki að tala um þannig, sko. Ég var bara að tala um svona gegnum kannski söguna. Ég sé það mest á lafa. Já, þannig að þeir svona tóku kannski mest frá þér í rauninni að vera með þér í liði og koma með í nýliði. Já, bara partur af liðinu var að henda þessu stöff og þeir munaði ennþá. Já. En ég meina, svo kannski eru þeir líka með fullt af nýjum hlutum. Þeir eru með fullt af nýjum hlutum. Það er bara hann eitthvað náttúrulega svo langt síðan við vorum að spila. Já, síðan getur maður, þú veist, munað einhverju smóka og síðan kannski einhverju middrándi þá bara herru, ég man eitt smók. Akkurat, og ég get sagt þetta að þessi strákar sem við vorum saman í liði, þeir muna þetta stöfa því að við drærönnuðum. Við fórum inn á server og við hendum sömu strattunni kannski 10-20 sinnum og svo horfum við á demo að því og sáum að já, ok, tímasendingin þarna aðeins off, út aðeins og set. Svo gerðum við þetta í leik 3-4 sinnum, spiliðum bara sama mappið og sen horfum við aftur á demo og sáum já, ok, þetta virkar ekki alveg í alvöru leik að þú lendir alltaf í þessu. Þannig að við þurfum að adjusta og adapta og svo verður þetta einhvern veginn súpa sem mannst ekkert alveg alltaf eftir. Áhugavert að myndir sjá eitthvað sem að kannski getur bent liðunum á og svona, hvað virkar ekki, en þetta tekur náttúrulega rosalega langan tíma. Þetta gerir það. Tekur rosalega langan tíma og svo líka bara svo er ekki það sem var gilt fyrir 4 árum er ekki ennþá gilt í dag. Já, bara örugglega 100% ekki. Nei. Ég meina, fyrir þá sem ekki vita, þá ekki bara ljóslæradeildin sem er live akkurat núna, já, við erum í pásu akkurat núna, við erum að bíða til leikinn byrji. Það er live, þannig séð. Við erum live, þá er Majorinn í CSGO í gangi, sem er í Brasilíu. Ég horfði á fyrsta daginn í gær, sturlu stemning. Ég gerði það líka, það var geggjað. Bara frábær stemning í Brasilíu og já, punkturinn minn var í rauninni að það er rosalega lítið að sjá úr þessum 2017 Major yfir í 2022 Majorinn núna í Brasilíu. Já, vægast sagt. En við erum komið live aftur, það er round númer 2 að hefjast hér. Það eru glokkar í boðinu Moshi með P250. Lítið í borðinu eða fyrir Tension að krækja sér í þetta round. Þurfa lítið kraftaverk, myndi ég segja. En þeir eru líka bara, þeir höfðu nú allan tíman í heiminum til að ræða svona á milli, en það virðist vera einmitt svona ránda sem þeir bara ræða svona á milli og pyrra anstæðingi með að láta tíman líða. Já, geta verið að nýta þetta. Hversu hrifnir eru að þessu? Að loka bara aftur í fjesið þeim? Ég er mjög hrifinn að ég smóka inn. Ég er líka hrifinn að þessu, hundsi að nýta sér sálfræðina. Þeir vilja opna hurðina og býða það bara eftir þessu. Þetta var frítt fragg hjá Hugo. Það var að koma hjálp frá hinum. Alltaf seinir. Hyper er náttúrulega leikmenn sem við vitum á að vera að garda úti. Chris klárar að þannig að hann fekk þetta leikmann. Ég held hann hafi bara verið að hönda. Þarna vantaði aðeins upp á samskiptin. Þarna vantaði bara, strákar, rössistálu. Rössið var að koma á saman tíma og hann var byrjaður að skjóta gæinn í bakið. Já. Þetta hefði hugslega getað unnið þetta ránd að mínum mati. En hérna sjáum við frábært spari á Tension. Þau voru hvað með 1.50 og restin var blokk. Já. Þetta er 3 frögg. Nei, 2 frögg. Það er bara frábært. Unsi og Hyper sem lá í valnum. Það er Hyperactive sem þarf að kaupa aftur upp. Hann er útispillarinn hjá þeim. Lítið utili hjá honum. Átti 1 smoke á eina grensu eftir. Splæsti samt í full armor. Ég er ekki hrifinn að þessu og ég ætla að benda á það. Alls ekki hrifinn að þessu. Þetta er mistök sem við sjáum spilarinn að gera trekk. Þetta er eitthvað sem að fólk leggur bara í sín vanar hreinlega. Eina sem ég sé rökstuðningin á bakvið þetta er að þeir hefðu getað tekið, þetta var fallegt skot hjá Moshi á Ofvirk, hann liggur í valnum. Þólumóðin þarna en Hyper í gullri stöðu til að jafna úr bátnum. Þarf 2, nær fyrsta, nær öðrum, snirtilegt, reloadi kemur, refraggið á kapping hér og hann finnur það en skafinn er skefur hér á 3-3. Vita líklega að það sé ekki vappi á borðinu, veist að Ofvirkur er dáinn og peningurinn hjá Ármann er ekki góður. Vargur að pússa secretið hérna. Gæti verið að hann hafi heyrt þessa bombu detta. Er að leita af einhverju kontakti. Í viðbyggingu, hann er komin inn. Kappingu sem fellur hérna fyrir Varg en sprayið kemur frá Moshi á Varg.
2-2. Hundsi, næsta kontakt. Spilar fyrir fram að gula, þarf að gera vel hér. Og það er Chris fyrir aftan defaultið og þarna lesa er svo vel í aðstæður. Hárrétt play. Og Molotov venti til Denia. Miða við Utili sem þeir eru með í borðinanna sem terrar, þá eru tension í hörku stöðu hér til að krækja þetta round. Þeir eru bara að lifa, þurfa að... Þarna Chris með tætt, retake kóngurinn sjálfur að krækja opnun í retakeinu og Hundsi klárar Moshi of graðir. Skotin hitt ekki allavega hana, við getum sagt það. Ég persónulega hefði, þeir náttúrulega voru í svo erfiðri stöðu, gluggarnir voru óbrotnir, báðar hurðirnar voru allar lokaðar. En þeir eru með smoke, þeir eru með flush, þeir eru með grensu. Jú, þeir hefðu verið að henda því fyrir, þeir hefðu þurft að sína þeir til að henda þessu. Þeir hefðu hugst látt að gera betur hana, sammála því en málið að þeir náttúrulega ekki ná að hugsa sko að allar hurðirnar eru lokaðar, gluggarnir eru óbrotnir, hvað ætlar að gera? Já. Þú veist, hvar eru þeir? Og Ármann fljótur átt að segja á því bara, já, þeir eru bara niður bak mósati. Já, vissulega, en þeir geta beðið eftir að þeir allavega komnir úr ténu. Vissulega, sama Mossi greinilega vildi taka fætinn, spurning hann hafa átt að segja á þessu. En allt rólegt. Allt rólegt, smoke droppa þetta niður. Þetta er sem er svo áhugavert að horfa á Dói í sambandi við þetta droppa smoke og Util meta sem er í gangi núna og verður ábyggilega áfram bara í restina CSGO meðan þetta er ennþá inn í leiknum að horta Util á veikara sætið. Akkurat. Geigar hérna á fyrsta skotinu, þetta er stór. Mikil pressa sem að kemur núna í hellið. Hyper nær þetta einum gerum smókin. Moshi í gegnum smókin, nær þetta Hyper aktiv út. Refragið á hárréttum tíma hérna frá Chris. Chris kom með, já, 2 mjög mikilvæg frögg, jafnvel fleiri. En tætt nær refraginu og 3-2. Bomban liggur þess að vera góðum staði hérna fyrir CT-na. Tæti kunni buttandi séns, 1-1. 1-1, það er Vargur en Vargur bregst sjaldan bógalistinn. Brýtur draumana. Byssurnar. Nú standa tension fyrir vali. Er þetta tekkur þess inn? Eða tekkur þess ramp. Eða drop viðbyggingu. Eitthvað svona rætt með byssum eða er þetta hreinlega bara spar? Ég myndi reyna á Hyperina í viðbyggingunni. Já. Spilar oft í reyn, gætu að vel pressa þarna á Kenny, bara hoppa til hliðar, skilja hann bara eftir í reyn inn í íþrótta og bara sett pressuna allt á hellið. Svo ef þetta er inniröst þá verður það að fara beint í andlita á honum Hundsa með sóluna. Já, það er ekki gott. Það er ekki gott. Við sjáum hérna að þeir eru að taka tökkaup, eða hálfkaup. Hálfkaup og ef þeir eru að segja þá eru Hundsi ennþá betri í málum út af því að þeir eru að kaupa armor núna. Þetta eru Fjóri sem keyptu armor. Util sem lítur út eins og að vera útilsmokar. Allt þeir eru að fara að rössin með þetta mikið Util. Já. Jú, það er rössin. Heldur betur, grensan, er hún góð? Já, hérna er Kristján að komið 2 og já, 3 á hann. Tætnar einu tilbaka, Vargur rössaði rampinn og nær hér einu sveittum. Hyper með kapping og þar er sagan öll. Kristján allt í öllu. Hreinlega, hann hefði átt að ná þessu fyrsta killi hérna en refragið sem átt að kom aldrei. Já, það er bara eins og það er. En við saman eins og það er mjög slæmt þessu rándi að hafa ekki fengið 1 kill. Þó er refrag á vappanum. Já, hann er komin á vappa núna. Ok, var ekki Moss í vappa? Allavega var ekki að spila hann í Dust 2 sem er svona designated vappa map allavega, þannig að hann myndi ekki segja. En Dói, sko, tradefragging er listgrein. Það er það svo sannarlega, Tommy. Það er mikil list á bak við tradefragging. Sjáum við að Hyper er farið að gruna þetta, en þetta er erfið stað til að vera í. Mjög erfið og það er fátt backupið, ofvirkur með línu inn í ellið. Það kemur fyrsti
og Lár Hugo hér og 2K á Hyperactive og pressan kemur frá báðum áttum inn í lobbyið. Kapping nær þarna einum út með vappanum en Hundsi nær Mosi beint tilbaka. Chris með Kapping gennum smoke og 6-0 staðan Ármann. Það er topp staða á toppmunum. Það er rosalega vonleysi núna í loftinu yfir í Tension. Það er ekkert að virka. Þeir eru ekki að fá neitt. Besta roundið, mest closer roundin voru þarna þegar þeir komast niður og þetta 1v1 sem að tæta einhvern veginn að klóra fram. Ég er forvitinn hvernig vítóið fór fram út af því að Ármann eru veikir í nokkrum öppum. Núk er ekki eitt af þeim. Nei. Einhvern veginn þá fá þeir alltaf núk. Óvirkur komið Mosi. Flassi kemur hérna. Flassi er gott og það er gott gat í þessum smók til að geta nýtt sér. Það er þetta undirhandasmókin. Allur tíminn sem fór í þetta. Það er leikmaður komin í Secret. Það er Hyperactive. Það er að gera vel hérna. Grensan er góð en hann er treytaður leið. Sveittur skynsamlega hendi byssinu baka sig á Hugo sem er með armor og meira HP. Chris með tætt. Hann er ekkert að gera hann drinklist á vinni. Bara heldur sinni stöðu. Stendur sína plikt. Hugo. Hvaða stöðu var hann að spila hjá, var ekki Fylki? Sögu. Sögu fyrir ekki, í núk. Inni. Hann var inni, ok. Ég held að. Þetta er bara eins og í sögu. Sögu. Hugo komir hérna í 1v1 á móti Chris. Það er bullandi sensinn en þá. Góð eins og það pikkar upp vappan í 1v1. Þetta er óþægileg staða, Tómi. Já, virkilega. En Chris, þetta er ekki bara maðurinn nákvæmlega sem þeir vilja að fá í þessu hlutverki. Chris er í mjög hættulegri stöðu í 1v1 en hann er upp á gula. Þarf að horfa á 3 angles. Já, ég meina, virðist vera hann sem hann sé að spila 4D chess hérna því að hann er allavega í stöðu til að fylgjast með nákvæmlega þessu playi frá Hugo. Hann kemst ekki niður úr þessu, hann er að fara upp í heaven. Hann er að vinna fætin hérna við Chris upp á gula. Chris á hann þarna og heitir á Hugo. Hefði mollin ekki verið kastað, þá hefði Hugo heldur betur nælt í fyrsta round Tension, en allt kom fyrir ekki. Chris enn og aftur hetjan fyrir Ármann. En eitt 1v1-ið fellur til Ármanns. Þú sjáum við. Full AK-ás, engin vapp í borðinu, Tómi. Virðist vera að eitt sé eftir á spóni og það hlýtur að vera tæknileg. Það er tæknileg Dói. Já, við sjáum það að hann Vargur er hérna. Ef þetta er músavandamál, Tómi, þá verði ég svo reiður. Já, ég verð leiður fyrir þína hönd, sko. Það er ekkert að, þetta er topp mís sem ég er með. Ég fer rosalega verið með mísnum. Ertu með margar mís, Dói? Ég á, sæli að segja, held ég yfir 19 mís. Ha? Já. Nei. Jú. Áttu 19 mís? Þetta er 19 mís. Já, 18, ég seldi MX 518. Ok. Og, já, Dói. Já. Ég veit það, reyndar, að þú og bróðinn, Electrical. Já. Þið tóku þátt í einhverjum leik. Já. Ég var að reyna að ranka ykkur upp í leik til að þið myndi fá fría mús. Sem sagt Final Mouse, sem er svona músaframleiðandi sem framleiðir léttara mís. Þeir gáðu út leik og hérna topp, ég man ekki hvað var, 500 sem að spiluðu hann fengu fría mús. Þið grænduð. Já, sko, það er erfitt að fá þessa mís. Til að byrja með þá seljast þær upp á fyrstu mínútunum og shippa ekki til Evrópu. Ok. Og þannig að ég hugsaði bara, ok, ég spila hennar leik bara og fæ mér í þessa mús. Hversu miklum tíma eittir í hennar leik? Það er til allt, ég spila hann bara á streaminu mínu. Já. Og allt í allt á held ég að hafi eitt svona örugglega 14 tímum. Það er nú ekkert mikið. Jú, 14 tímar er alveg hellingur. Nei. Jú. Þetta var enda hræðilegur leikur. Mér finnst það skemmtilegur. Það var bara svona pjúra aim-leikur, bara svona eins og að spila aim-up. Já. Ok, en þú veist einhverja Final Mouse? Já, ég vann sérst mús sem er 44 grömm. Það er léttasta mús sem til er? Eða hvað? Já. Það er áhugavert. Hver er uppáhaldsmúsið? Þessi mús, ég er ennþá að nota hana. Ertu ennþá að nota hana? Ég er ekki búin að kaupa mér mús síðan. Já, jú, fyrir ekki, ég líkti því. Ég keypti mér aðra þannig mús til að eiga sem vara. Panta hana að nota það þegar þú getur ekki keypt hana. Það er magnað, mér finnst það frábært. En þú veist, í gegnum tíðina, ertu hrifnar af léttari músum eða þyngri músum?
þetta svona, í gamla daga þá var maður alltaf í þungum músum, stór móta, en í dag þá vil ég eins létta mús og hægtir. Ég líka. Já, minnst bara mun betra. Ég er með stóra hendi, ég er samt með súperlætt mús, sko. Já. Þannig að það er sko, fellur ekki rosa vel í, hendina, þannig ég breytti eiginlega gripinu mínu. Ok. Ábært. Ég bara elska þetta. Það er svo þægilegt. Já. Og ég hætti að finna til í öxlinni. Nice. Ég er eins og gamall maður að kvart undan verkjum í líkama, sögum e-sports, en það er bara eins og það er. Já, framtíðin er bara svona við að kvartið hvað við sjáum mikið og hvað grílt í bakinu og eitthvað. Já, þannig ég farið skjáinn framar og létti músina og allt er þráðlaust og svona. Fínt. Einmitt, já. Já, maður gleymir því hversu þægilegt það er allt sem verður þráðlaust. Já, mjög næs. Já. En leikurinn, við erum í núk og já, tension eru pingu að láta valda yfir sig. Það er ekkert að ganga og hreinlega sagt, það er ekkert að ganga í það. Þeir sækja á þá en ná einhvern veginn ótrúlega krafsað yfir í 1v1 sem þeir síðan bara tapa. Já, og líka bara eins og Hugo. Tökum bara Hugo sem dæmi núna í senustu af 1v1 sem hann tapaði á móti Chris. Hann tekur sér allan tíman í heiminum, fyrir Silent X leið og eitthvað. Hann veit að hann er búinn að koma einhverjum svona dát í huga Chris, en samt sem áður það ákvörður hann að drepa það allt saman með að molla. Já. Var það rétt ákvörðin eða? Hvað finnst þér? Þetta er alltaf bara 50-50, er hann uppi, er hann niðri. En rotate staðið líkleg, ég hefði persónulega vant að molla vendið, en ég hefði alveg getað gert það líka. Já. Bara, gamlaða, fyrst hann var ekki upp í heaven, að þá sé hann vendið. Virkur nær að skjóta einu skotið hittir ekki. Það er Hyperactive sem er komin í backupið, er búin að krækja í rotateinn og hvað að bakka úr þessari stöðu. Chris. Hann er náttúrulega að spila bara tower defense. Það verðist vera. Frábært crossfire-na sem að krækja í fröggin, en þeir eru að refragga mjög vel. Hyperactive í vesenni. Vargur hinum við hurðina. Hurðin var ekki, hann er átt að því núna, hurðin var ekki lók. Opin minna ég. Já, hann hefði getað að spreyja bara örlítið meira. En finnur ekki Hyperactive. Hyperactive bara, Vargur, please, Kotta, hjálpa mér. Hann beði sér inn í sem smók og bað bara, já. Bað til Guðs. Bað til Guðs. Eða einhver góðs eða bara ekki, þú veist. Já, fólk er að það vil. Sterk byrjun hjá Chris hérna. Já, Chris á 12 fröggum, Hyper á 10, Hundsi á 6, Vargur á 7, Ofvirkur á 4 og hinum einn Mosi Tide á 5, Hugo á 4, Kapping á 3 og Sveittur á 2 og ég meina þrátt fyrir að Ofvirkur sé á 4, hann er með vappan. Hann klúðraði einu skoti í senasta randi en samt búinn að vera bara ágætur. Einmitt. En það er allt að snúast Chris hér og hans góði vörn. Nú þurfa tensionmenn að krafsa eitthvað hérna framdómi. Já, þeim vantar að skjóta einu randi á borðið hérna. Það verður að koma. Sjáum að tension er að gera hérna pop í viðbyggingu gegnum sinni einsmók. Það finnir svo að rata ekki gegn en finnur Hyper. Ná Hyper að gera betur. Verður að gera það, Hundsi með einn Sveittur með rífragið, Ofvirkur og Chris hins vegar. Þetta eru nákvæmlega gaurarnir sem hún ekki lapp inn í og þeir rústa restinni 9-0. Það er klettur hérna inni og það er Chris. Já. Þeir bara komast ekki yfir hann. Ég reyniði bara að fara eitthvað allt annað heldur en Chris. Heldur betur. Tómi, ég verið að áttum á einu. Já. Við ættum alltaf eftir að fara í bíó. Við erum bara ekkert búin að komast. Þú ert alltaf að vinna og... Já, við erum búin að bjóða fullt af fólki að fara að sjá Black Adam og við erum ekki búin að fara. Það fóru allir nema við tveir. Ég var að byrja til þér. Æ, sorry, ég skilja. En já, fyrir þá sem ekki vita, Black Adam myndin með Dwayne The Rock Johnson er í bíó núna. Endilega tekja á miðum og sjáðu hvort þið get ekki kíkt á þessa ræmu. Er að fá góða dóma með þessa? Já, ég hef heyrt á þessu skemmtileg. Já. Tip-top. Næstu því eins og
Ármann að spila akkurat núna, þeir eru að gera þetta flawless. Ekki konum með ránd á sig, hún að tæpi nokkur sinnum, en enn og aftur, það Chris og Ofvirkur sem eru í endlínunni hérna, konum með 2 sikkur inn allar að leita. Chris í góðri stuðu, tekur þetta sprayið og nær að bakka óhultur, núna vita um 1. Hins vegar Mosi búinn að koma sér inn í gula. Og Hundsi! Hann Þeir múfa alltaf einhver staðar, Tommi. Alltaf múfa þeir einhver staðar. Handlarinn hnífinn, held ég. Mér sýnist það. Og ég vil samt fá hann. Nei. Reynir ekki hnífinn. Hann hefði nú getið gert það, en það Mosi sem finnur þetta Chris. En Hundsi í ríflaginu snirtur þetta headshot, en það gerir ekki neitt þegar að sjáðu peningin á Ármann. Þeir eru, hvað lægst þið með? 3100, það 100% kaup í næsta rándi. Þetta alltaf 2 kaup segir eiga. 2 og 3 að vera half-buy. Tension þarf að vinna ránd með alla lifandi til þess að eiga sens í hérna leikreinlega, Tommi. Já, ég meina. Ofvirkur hérna í svaka play í gegnum gula. Þarna glæsilegu fake molli. Og síðan færi bara 1 molla í fjesið, komast ekki eftir mér. Og enn og aftur Ofvirkur sem að Ofvirkur og Kó í Ármann sem á að opna leikinn. Ofvirkur situr eins og á 17 á PN-i minna. Dói, hann með bestu byssuna til að vera lár. Já, það einhver í liðinu sem vill þessi lár, þá það vapinn. Það bara hann einn. Og næst það Vargur sem eldlínunni. Þetta, hann að særa þá. Þeir bakka, hann pússar. Þeir pússa alltaf einhver staðar. Ef þú ert að spila mútið Ármann, þá bara, hvað ertu ekki að halda? Þeir eru að pússa þar. Já. Úti smókar. Úti rignir gráum reik. Og sveittur, já, var hann tekið gegnum. Þetta flass, þetta var ræfilegt. Hundsi tekið þarna. Æ, þetta flass var frábært, en Hyperactive, hann fer bara á eftir þeim. Hvað á seiði? Það allt opið. Þú segi, þar erum við ekki að halda okkar, þar Ármann. Við erum ekki að halda bakinu, þar Hyperactive að pussa. Vargur kom með Hugo og tætt einn eftir feikaplantið, heldur single. Náði áðan að konverta í 1v1. Og já, Ofvirkur bróðurinn kemur að það og krækir í senasta flaggi. Þetta bara niðurlæging. Þetta ekki séns. Það svolítið svona, það dredd í loftinu. Það bara vonleysi og Tension þarf að snúa við blaðinu hérna einhvern veginn. Breytum hvað þeir eru að gera og bara hreinlega koma óvart. Það sensin núna. 4 eftir og hafa verið inn í nokkur rándum með það. En eini sensin fyrir Tension hér að ef að Ármann fara að benskjunni. Einhvern veginn. Já, algjörlega. Vargur að gera sama hlutin aftur og aftur. Ofvirkur kom með Mosi að þessunni. Ofvirkur kom með sveittan, sér annan á rauða. Hundsi eins og hann nær hérna frakki annars staðar, Hyperactive viðbyggingu. Og þá Hugo 14 HP eftir. Vargur kemur í rótetinu af rampinum, tekur Hugo og það 12-0. Trade-leikurinn virkar ekki ef þú ert búinn að entry að þig, Tommi. Já, einhver verður að ná 2K þá. Það bara þig. Og það virkar ekki öðruvísi. Ef við kíkjum á scorebotið núna, það skemmtileg sjón sem blasir við okkur. Það lánarinn, eða, já, ég veit nú ekkert um það. Alltaf sé komin í lið, ég veit ekki. 15 frökk á honum, restin á 11. Enginn komin yfir 7 frökk hjá Tension. Það Hugo sem situr þar. Mosi og Tætt á 6 og Kapping og Sveittur á 4 hvor. Tja, ef hann ennþá lánir þá hann allan með sterkt case fyrir að koma inn í liðið hreinlega. Já, takk. Það væri ákaflega skemmtilegt, en Chris náttúrulega, já, það væri gaman að fá hann aftur í deildina. Eina spurningin rauninni hvort hann vilji spila leikinn. Það sér hann svo sjaldan vera að spila eitthvað. Ég veit það ekki. En það sjáum við líklegt innurörs eða hvað, Tommi. Virðist vera grensan geigar. Ég hef aldrei litt trúið að beint á rampinn, sprayið kemur niður, nærið á nokkrum. 3K grípur í uspuna, þar hann á þessu fragginn, gera það ekki.
það er hjálpin sem kemur ofvirkur með senustu 2 til að hjálpa sínum manni Varg og þar með er sagan öll 13-0. Þeir eru bara ekki að sjá til sólar. Já, hérna hér. Ég held ég hef aldrei séð mannesku klúra þessari grensu. Jú, ég held að ég hafi nú sjáðan síðan áður. Ég held að ég hef gert það einhvern veginn rekst utan í því eða eitthvað. Getur allt gerst í Counter-Strike. Já, þú veist. Svo sem ekkert eitthvað það versta í heimi. Nei. Hefði þetta verið innröss eins og þar, þá hefði þetta verið versti hlutur í heimi. Já. Vargur að spila á etsinu á smóknum. Kapping sér hann. Þetta er fyrsta endrið sem að Tension fá í langan tíma. Þú með tala fyrirpart leiks. Það eru Tension sem að smóka endriðsið, væntanlega til að geta mögulega flassa sig í gegn eða halda einhverjum. Ég kemur inn í poppið og væntanlega koma þér þá flæðandinginu gula. Og það er Chris á vaktinni, yfir vaktinni og yfir vinnunni. Er heldur betur að vinna fyrir kaupinu sinni hér. Og já, vel staðsettur Chris, nærans grensa Hugo en er fraggaður út. Smókunni kemur hérna sem að leifir honum að ná í bombuna. Ofvirkur sem að komin á M4-in. Hann allir í gegn. Nei, nær bara í bombuna. Ofvirkur, heyrir hann þetta ekki þegar hann er að hoppa upp á? Hann horfði á hann allavega. En ég býst við hann að við heyrt. Hugo, nær í mollan. Við tölum þetta þá með að hérna, hann er Black Adam. Við tölum þetta með að hérna að leikmenn gerir þetta þegar þeir soundspotta, þeir horfa í áttuna sem þeir soundu í hljóðu til þess að vera alveg vissum að þeir heyrðu það í þessari átt. Já. Var Black Adam að birtast á skjáin? Já. Bara eins og hún birtist inn í líf okkar hérna í helstu bíóhúsum landsins. Og hún búin að birtast á skjáin. Ofvirkur í klötsinu, M4 í höndunum. Hugo á molla. Hann er með Molotov í 1v1, þetta verður alltaf erfitt sko. Double opnað. Hugo. Reynir í diffusið. Sér Hugo hér. Og ha. Engi molli. Tekur bara fætinn. Ofvirkur gerir svo vel að skjóta ekki meðan hann var að shoulderpíka. Margir spilarar hefðu skotið þarna en Ofvirkur einhvern veginn situr á sér. Situr, býður eftir tækifærinu eins og fálki að leita bráð og bráðin er Hugo. 14-0. 14-0. Erum við hugsalega bara að sjá 16-0 í fyrst skiptum? Eina liðið sem hefur komið næst í er Ármann á móti Fylki. Á 16-1. 16-1. Spurning var það þeir vilja halda í metið sitt að eiga styðsta leik deildarinnar. Það hlýtur að vera kallað það allavega. Það er enda búin að vera ágætlega langur leikur með öllum tökum. Já, ég er nú ekki að tala um þannig, ég meina það er í rándum bara. Já, alls ekki að kvarta sko. Það voru 17 ránd. 14 liðin hér. Þessi grensa getur verið góð. Og já, tekur sveitan þetta niður í 64. Flassi kemur hann yfir. Ofvirkur að leita einn úti. Fátt búið að bregðast hjá honum Chris og Hundsi á spilinni. Vargur kom með óvænta hjálp í Hyper. Það dobla sig þetta upp á rampinn. En Molotov komur að út hjá Varg, það er stórt. Fer þetta fara inn. Engi molli til að klíra út Hundsa. Hann fær flass í fjesið. Það er verið að hjálpa hérna. Hundsi með fyrsta. Chris. Það er 1-2. Ofvirkur í hjálpinni. Og já, það er Kapping og Tide sem taka næstu 2. En það er Kapping undir hálfum. Bombarinn þeim að fara niður. Báðir að koma í gennum lobbyið. Vargur komin inn í gula. Heyrir Tide þarna. Býður átekta. Býður til kontakti. Það er Tide sem finnur Varg hins vegar hyperaktiv. Finnur fyrsta veit af Tide á defaultinu. En Tide, hann ætlar að fela sinni í smóknum, en smókin, hann er að feitar hér, Hyper finnur hann 15-0 í fyrri hálfleik. Það gengur ekkert fyrir Tension menn. Bara gjörsamlega ekki neitt, Tommy.
Tapa ekki 1-1 og tapa 2-1. Já, og tapa 2-1 og þeir eru ekki að horfa á rétta staði. Þetta eru 3 bombplants í leiknum. Já, það er bara hárrétt hjá þér. Það eru 15 ránd í röð líka. Eins og það eru á hæfileika leikmenn í þessu liði, þá verða þær að fara að stíga upp á sína. Við vorum að tala um það í príkjæminn allavega, hvað þeir eru. Þetta eru góðu leikmenn. Ármann eru sjálfsögðu líka með góða leikmenn, en þetta er þeir eru ekki með 15-0 leikur. Nei, alls ekki. Ekki einu sinni City-side núk, sko. En hér strunsaðir nokkur rampinn. Hoppa og skvappa út rampinn. Ætla ekki að overextanda hérna, gera það örlítið en taka ekki mikið skaða. Taka þetta engan skaða. En inn kemur, flössin eru góð en finna ekki fröggin. Nema hér, Varkum fyrsta, Hugo með rífraggið, Hæpi með 2. Moshi, hann er rífraggaður og þarna 16-0 er staðan. Þetta er stæðsti sigur síðan að ljóstaradeildin var á hét og allar deildir þar á undan. Öll Dusty rústin sem við höfum búin að horfa á, ekkert kemur nálægt þessu. Nei. Gjörsamlega á valdaranum bara fletja Tenson. Þetta var eins mikið rúst og ég hef séð það og það er ekki bara á skorinu heldur, þetta var þrot. Já, 3 bombplants er bara grátlegt. Sérstaklega þegar að, þú veist, núk er yfirleitt svona mapp sem að gefa þér bombplants, sko. Sko, ef við veltum yfir hvað þeir gerðu ekki í terrorgrunni hjá sér, þú veist, sáu eitt vent drop? Nei. Sáu einhvern content play ramp? Nei. Sáu við einhvern útismóka sem enduði með að fara í Secret? Einu sinni en þeir bökkuðu upp á Secret og töpu randinu. Þeir eru með rosalega einblínt gameplan sem að var að henda þessum 2 smókvekkjum sem þeir kunna. Þeir kunna 3 smókvekki úti. Þeir kunna sko að blokka þeir til að fara í áttina að Reyn og fleira. Já. Og líka til að blokka og flassi sér gegnum smókinu og fara inn í viðbygginguna. Já. Það sem Dusty gerir líka. Já. Og svo kunna þeir standard smókana. Þeir kunna þess að 3 smóka, en mér fannst einhvern veginn eins og gameplanið var alltaf það sama. Pressa úti, reyna að ná okkur pikum, íta þeim aftur og svo fara inn. Og þar var bara Chris trekk í trekk að gjörsamlega strauja það niður. Já, ég ætla líka bendarindir á að Chris gerði þetta ekki einn. Nei. Það voru náttúrulega að hafa með sidekickið hundsalda með sér sem að, hundurinn er bestu vinur Chrisins og allt það. En þú veist, þetta var bara... Hundsemi tók yfirleitt alltaf fyrsta kontakt og Chris kom svo í rífrækið. Já, það var alltaf þannig. Og ég meina, Hundsi spila bara vel þannig. Hann er gríðalega góður entryfrækir og þar á meðal að taka þetta fyrsta kontakt, ná einum, særa annan eða ná 2 og síðan kemur Chris og bara sópar það upp og þetta gerist aftur og aftur og aftur. Þá var þetta komast í 15-0, síðan 1 bara fake rampin allt inn og ég meina, þeir missa 2 leikmenn í innirössi þegar þeir voru 3 til staðar inni. Já, þeir voru 4, það var 1 uppi líka. Þeir voru 2 uppi eða ekki? 2 uppi og 2 gólfi. Já, það getur bara vel verið. Ég held að það voru 4 að taka móti þeim, sko. Þannig að feikið sem Ármann var að reyna að gera skilaði sér ekki sem slíkt, en já, þeir bara veltuðu yfir það í þessu pistoli og öllum leiknum. Þetta var erfitt að horfa upp að það voru Tenson fann. Hvað er næst fyrir Tenson? Þeir þurfa að breyta ykkur. Ég segi bara á þessu tímapunkti pröfiði eitthvað annað. Pröfiði, þú veist, pröfiði að ykkur vantar sjálfstraust. Ykkur vantar að sigra leiki, þú veist, hvort sem þessi á æfingum eða kannski er þetta svona tilfell þar sem allt gengur rosalega vel á æfingum en lögðu þið farið í official-leikin þá gengur allt illa, við veitum það ekki, Tommy. En eitthvað er ekki í lagi í official-leikum. Já, ég meina, þú veist, það bersýnilega sýnir sig í þessum leikjum sem þeir eru búin að spila. Sko, við vorum framan af að tala rosa tæpa leiki, 1922, 1917, 1614, en síðan kemur 16-3, 16-9, 16-14, 16-12 og núna 16-0. Það virðist vera eins og þeir séu hættir að vera að hanga inn leikjum eins lengi. Við getum sagt eitt. Ég tók ekki eftir einhverju uppgjöf þannig sé sko í gameplaninu. Þeir voru allar að gera gameplanið alveg fram í rauðan dauðan. Ef þannig má orðið komast. Fleiri lið hefðu bara farið að jólofa sko. Já, vissulega. Þeir voru að halda sig svona þannig séð alveg á blaðinu sko. Það var enginn að tiltkaupa. Þeir voru bara að gera sinna hluti. Ég er ekki að tala um þannig. Ef við bara leita ykkur jákvæðum hlutum, þá er þetta minnast á það. Já. Við óskum eftir allan að jákvæðum hlutum frá Tenson en þetta er 8. ósigur þeirra í röð. Hinum einn
Ármann. Það allt, frekar gott, voru að vinna Lava í senstu umferð 16-14, vinna núna 16-0, allt í blóma. Heldur betur og ég held að Chris búin að stimpla sig inn sem ágætis contender ef ekki fyrir Ármann þá eitthvað annað liðið í deildinni. Ég mjög sammálaður þar og þá bara eitt eftir. Hver critical leikmaður? Það Chris. Kemur ekki óvart. Það lánirinn sem að stimpla sig inn fyrir Ármann að þessu sinni critical leikmaður. En næst, það viðstöðu nú en fyrst nokkrar auglýsingar. Það komið að við ætlum að spila lag hérna því að það strákur sem hafði samband við okkur. Já. Kallar sig Hugo. Það var að detta reyndar á Spotify líka, bara í gærkvöldi eða eitthvað. Við ætlum að spila þetta fyrir hann. Þetta geggjað lag. Þetta drullur flott og það heitir Hvíl í friði. Þetta eru mjög ólíkir stólpar sem að skipta miklu máli þegar þú ætlar að reyna að vera successful tónlistarmaður. Fokus är i första hand att opartiskt granska näringslivet och det är det nu och det har alltid varit. Så ni har ingen relation alls? Nej, har inte och har aldrig haft. Det är ett modernt betalningsbolag som vill underlätta för människor att handla och låna. Smidigt och enkelt. Får ni kunderna en direktavtal från Together Casino? Det vore ju olagligt. Jag vet. Jag gissar att du är här för att sätta dit folk som bryter mot reglerna. Och jag är här för att bryta mot reglerna. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. This is MasterChef back to win. There's someone from every season here. Step up a little bit or go home. No mistakes can be made. That is finale worthy. You. Do you know where we are? We're gonna find a way back home together. More sinkholes are coming. You need to tell me what you know. The answer is inside that building. Does that mean there's a way out of here? I just want my family back. Innbústrygging TM bætir tjón á tölvum, lyklaborðum og sjónvörpum. TM. Hugsum í framtíð. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur. Já, við vorum að horfa á eitt mesta bust sem ég á ævi minni séð Ármann gjörsamlega að stúta tension en við skulum kíkja bara strax á lið viðstöðu. Viðstöðu að sjálfsögðu að mæta fara nú. Hvað er það að fara að mæta nú? Maður alveg eftir sig hérna Dói, eftir hennan leik. Ég bara í alvörinni, ég var að pæla í pásunni í auglýsingahlénu, bara hversu mikið bust þetta var. Mesta bust sem við höfum séð. Já, en það kemur viðstöðu ekki raskat við. Það Blaster, Klassi, Alle, Seni og Tony sem mæta á serverinn til að reyna að krækja henni sigur á móti nú og já, það verður bara spennandi leikur. Já, viðstöðu með á blaði, það rosalega öflugt lið. Já, við vorum einmitt að sjá í senasta leik á móti Fylki í Miras, þar unnu viðstöðu 16-4 sigur þar og litu bara helviti vel út. Bara helviti vel út. Alle byrjaði aftur að hitta. Við kölluðum eftir því, af því að Alle hingað til í seasoninu, hann var ekki búinn að mæta. Hann var sofandi dreki. Já. Hann vaknaði núna. Frábært, ég Já, ég spyr þig.
það ekki leikur sem ég mista af eða? Það er leikur sem mistir af. Það var senasti leikurinn á senasta fimmtudag og það var bara algjört bust og Alli var þar á skotskónum í einmitt Mirage. Það er annar mapp sem að nú spila, þannig að ég er svona kind undir. Það væri gaman að sjá hvort við fáum vídeóinu fljótlega til að komast að því hvað í ósköpunum við erum að fara að horfa á, því að ég held einmitt að Mirage gæti verið askoti skemmtileg mapp að horfa á. Já, það væri gaman að sjá viðstöðum mitt fara aftur í það, veistum, gekk svona vel í senasta leik og líka fæ ég að sjá hvað þau voru að gera. Já, og þeir voru að spila bara tip-top leik. Náttúrulega eru búin að spila núna Mirage tvisvar. Fyrir utan það eru búin að spila mikið Ancient, náður náttúrulega sigrunum sínum í Ancient á móti Sögu og Tension og síðan núna loksins á móti Fylki í Mirage. Þannig að þeir eru byrjað að svona mynda sér mappúl, ekki satt? Jú, Mirage, það er alltaf gott að eiga Mirage inni, þetta er mapp sem að mörg af þessum liðum geta spilað. En eins og segi, það er liðin velja einhvern veginn alltaf núk virðist þeirra, þannig að það að hafa Mirage bak við höndina getur gefið þér alltaf upprend. Ég skal vitna örlítið í Majorin fyrir þá sem ekki eru búin að horfa akkurat núna, þá tala ég bara um möppin. Við erum búin að sjá rosalega lítið af núk, við erum búin að sjá rosalega mikið af Mirage. Einmitt. Og ég meina þetta bara segir það að mappið sem slíkt er ekki vandamál, en það er örlítið bara svona að þetta sé of mikið svona middle of the pack mapp einhvern veginn 9.2. Mirage er 9.2 og búið að vera 9.2 í bara 10 ár sko. Það er svona, fólk er búið að vera að kalla það, samlíkingin er náttúrulega bara, þetta er mjög svona, hvað segja, kontakt heavy map, þú getur kontaktað rosalega snemmi í rándur, rosalega mörgum stöðum. Já, nákvæmlega. Sumar er 9.2. Ég lofa svo mikið að við förum í Mirage hérna, en sko, þegar viðstöðu sitja núna með 6 stig, hinum megin eru nú konum með 10 og bara sita bara mjög vel að, náttúrulega í öðru sætinu í deildinni. Eru viðstöðu lið sem geta unnið nú? Já, viðstöður klálega lið sem getur unnið nú. En nú náttúrulega er búin að vera á bullandi hítir, en það er alltaf challenge sko, þegar þú þarfst að vinna lið sem að þú átt að vera betri. Að vera constantly underdog. Já. Þú ferð í svona, þú lærir það, heilin að þér lærir það. Þegar þú átt að sigra og þú ert ekki að gera það, þá byrjar hlutin að vera erfiðir. Og þú byrjar kannski að spila ekki tapa heldur en að vinna. Já, sem er náttúrulega að þú ert aldrei að gera. Nei, einmitt. Það er alltaf bara að spila þinn leik. Og ég skrifaði einmitt Mirage Ancient lið viðstöðu hver er toppmaðurinn minn? Alli. Það er rétt. 2 í röð. Sko, þegar við förum inn á server á eftir, hann er með ekki góða statsa og líka bara ekki fyrir vappa. Ef þú tekur fylkileikin út og jafnvel tensionleikin í Ancient út, þá er Alli lowest rated leikmaður hjá viðstöðu. Hann var að standa sig ömurlega fyrstu 6 leikina og alls ekki þessi Alli sem vorum búin að sjá núna spólum tilbaka bara 1,5 ár kannski, það sem var bara tip-top, einn af bestu leikmönnum á Íslandi. Bara senasta sísonu, það sem hann gjörsamlega dró sitt lið á öxlunum áfram í mörgum leikjum. Ég man eftir einum óbærsleik þar sem hann reynilega vann hann einn. Já, einmitt, en það er aðeins að kvikna undir hann núna og ég held að þegar við connectum serverinn á eftir, Alli er í stöði, þá gæti hann verið besti leikmærinni á serverinn. Ég myndi segja að hann á blaði eigi að vera besti leikmærinni á serverinn. Já. Sem að er sko að underdog-liðið sé líka að fara að mæta á serverinn með þennan og líka Tony. Já, ég myndi segja að Tony væri close second, provided hann sé eitthvað að spila, við veitum það náttúrulega ekki. Já, hann náttúrulega grensaði inn í senastu umferð og eitthvað. Allt sem hann sér sko. Já. Sjálf hann sér líka. Já, þetta var í rauninni bara magnafræng. Ég væri til að sjá það aftur ef við eigum það inni sko. Þetta var eitt besta content. Við stóðum þetta eftir umferðina og Lexi var að leita þessar klippu og við hlóum. Já, ég er að spá, er þetta hérna á borðinu? Er þetta tár af hlátri frá senastu útsendingu? Já, Jón var þarna. Já, ég skil. Ég grét hérna ón á eitthvað stað. Það er svona blautt þarna. Já, það er svona blautt þarna. En við skulum kíkja beint á lið nú. Það er Blikk, Bjarni, Pandas, Rafli og Clever. Þarna setti ég á laginu. Já, heldur betur. Og Clever sem að mæta hérna á serverinn fyrir nú. Og sko,
Þeir eru núna konur eins og ég sagði með 5 sigra. Þeir eru konur með, er íslenska heitið á Skjaldbeki höfuðleður? Vá, jú. Já, þeir eru komið með höfuðleðrið af ansi góðum liðum. Þeir eru komið með Lava, þeir eru komið með Þór, þeir eru komið með Ármann og núna Dusty. 1-2 liðin sem þetta lið hefur tapað fyrir er Saga og Breiðablik. Þeir eru búin að vinna öll toppliðin fyrir utan Sögu og Breiðablik. Það segir okkur bara þetta. Þeir eiga erfiðar með að vinna lið sem þeir eiga að vinna. Ég myndi segja að þeir hefðu átt að vinna Breiðablik og ég myndi segja að Saga væri lið sem getur gefið þeim leik, en ég myndi segja að þeir áttu að vinna það. Já, og það náttúrulega gerist eftir sigur á móti Lava, þú spilar á móti Sögu, tapa þeim leik, vinna Þór og Ármann back to back, mæta síðan Breiðablik og skít tapa fyrir þeim í Inferno, sem er reyndar ekki að mínum að þetta er rosalega gott mapp fyrir þá að mæta einhverju svona liði, en samt sem áður, Inferno bara fínt mapp fyrir þá, mjög fínt. Þannig að þetta er áhugavert. Vinna síðan Dusty. Þannig að skilur patternir sem ég er að vísa í. Þeir vinna Dusty, mætur hún að viðstöðu. Það er eitthvað pattern þarna og eins og segi, ég held að þetta sé þetta sálfræðilega. Það er erfiðar að sigra lið svo 8 sigra þegar þú ert að sína öllum að þú ert að gera tilkall þess að vera bestir. Algjörlega og ég meina, erum við samt ekki að tala núna? Við erum að byrja 8. umferðina, við erum alveg að komast hring. Þetta er augljóslega spútninglið deildarinnar. 100%. Þeir komið mér allan að mest á óvart. Þegar ég sá þetta line-up fyrst, þá var ég, þetta er skemmtilegt line-up, kannski ekki fyrir þetta season, en fyrir næsta. Ég held að ég hef sagt það orðrétt í þessari útsendingu. Já. En þeir hreinlega tróðu svo ekki mig, þeir eru búin að vera frábærir. Það var stór sveittur svartur sokkur sem fór upp í þarna. Og eitt sem ég var með skrifa niður á blað líka. Það er endurnýjun lífdaga á leikmann sem að hann var ennþá góður. Hann virka bara rosalega góður í þessu liði. Clever. Já. Þetta er 4. útsendingin sem ég minnist á þetta og hann er ekki að hætta að koma mér á óvart. Ég meina, fólk gleymir því að þegar þeir tóku Kræfs út, Breta, og fengur Clever inn, það var instant bæting. Já. Og mér fannst Dusty bæta sér meira heldur en þeir hafði hlutastlega gert marga mánuði. Eru Bretar ekki bara toxic? Að minni reynslu, þá er það, jú. Já, ég hef heyrt þið segja það, Alla Breta, en jú. Nei, ég bara spyrja, Top CS Bretum eru svolítið svona erfiðar að díla við. Já, ég á eitt sem að er ekki besti vinur minn allavega. Ég bara hitta hann einhvern mann út í móa. Já. Það er bara þannig. En þú veist, bara... Það var óvinnið þinn, Tómi. Já, þú veist, ég holda sann ekki grötsi, Ég vil eiginlega bara ræða við hann, Það er holt, það er rosalega holt. Já. Ég er rosa sleipur í ensku. Ég sé það. Og spænsku. Já. Mi llamo español. Wow. Nei, það fyrir ég heiti spænska. Úps. Herru, áfram gakk. Herru, hver er toppmaðurinn minn? Herru, toppmaðurinn þinn er Clever. Nei, það er Pandas. Blekkti mig þannig? Já, ég blekkti þig. En mér langaði að benda á það. Að þeirra Pandas spilar á móti sína liðum eins og viðstu. Sérstaklega þegar hann spilar einhver svona entry heavy map, förum í Inferno, förum í Nuke, förum í Mirage til dæmis. Þeir þurfa þennan entry fragger sem er til í að vera fremstur og leyfa þessu entry pakki sem er búið til að spreita sig. Já, mér finnst það svolítið blekkandi statsar. Jafnvel þótt að Pandas sé bara með 14 opnanir, þá er þetta gæðin sem að fer fremst inn og deyr. Hann er fremst inn og deyr og lætur Clever, Rafle, Blikk, Bjarna líta vel út. Við þurftum í rauninu að fá aðra statsatana að segja hver er rífraggaður oftast og ég get lofaði því að Pandas væri þar ofalega. Já, heldur betur. Við eigum vídeóið. Eigum við að kíkja á það? Bara, please, ekki núk. Já, eigum við ekki bara taka hérna og bara, yes, ég er til. Þetta byrjar allavega á því að, ég hef ekki viðstöð sem banna vist. Já, viðstu banna núk. Herðu, okkar menn. Já, þetta eru meistarar. Algjörir meistarar. Dustföð bannað af nú. Þeir vilja ekki Dustföð. Permabannið er að þeir bara mæta ekki þangað. Vertigo tekið út af viðstöðu. Kemur svo sem ekki það óvart. Overpass tekið út af nú. Vilja ekki spila það heldur. Nei. En Inferno, þetta er sterkt bann frá viðstöðu. Þeir vilja Mirage og setja þetta eftir í Ancient og Mirage. Við erum að fara Mirage.
þetta besta mögulega mappið sem við getum fengið þessi tvö liði í. Þetta besta mappið að begja. Mér finnst Bjarni gera þetta svo oft. Pikka mappið sem að hitt liðið er búin að standa sér besti eins og hann vilja sína eitthvað. Sko, ekki alveg endilega út af því að Mirage-leikurinn á móti Dusty á blaði betri, þú veist, tvímaralaust betri andstæðingar heldur en Fylkir fyrir viðstöð og þeir bara völduðu þeim upp. Það var 16-6 og viðstöðu vinna 16-4. Já, ok, þú meina það gaman að þú ert með sjálfstraust og trúir að sjálfa þig og ég ætla bara að segja að göngum út frá því að þetta sé það. En eitt af fáu liðinu sem er búin að spila, eða þú veist, bæði þessi liður er búin að spila með næst 2 ára móti 2 mismunandi andstæðingum og Lava fór á móti nú í Mirage, þeir voru raskheltir líka. Heldur betur. Og Dusty, raskheltir. Ármann hins vegar sigruðu viðstöðu í Mirage, í overtime-leik, sem að þú talaði rosalega mikið hvað Ármann væri uncoordinated á Terr. Já, Terr-hálfleikur þeirra var brandari. Það var absolutt brandari. Var það góður brandari eða vondur brandari? Þetta var vondur brandari. Þetta bara byrjaði að vera mím, sko, hvað voru lélegir. Já. Og þeir vitaði örgulega sjálfur, sko. Ég held að það sé ekkert sárur út um mig. Ég meina, þeir hafa ekki kíkt í Mirage eftir þetta. Var fyrsta umferð sem við mæta í Mirageið og eftir það þá hafa þeir ekkert kíkt þangað og örgulega ekkert pælt í einu sinni og hafa bara verið að spila Núk og eitthvað álíka. Já, ég meina, kannski fóruður að pikka upp sokka til að tróða upp mig og mæta í næst í Mirage, hver veit. Núk, Inferno, Dust 2, þetta bara Ármannsmöpp. En fyndið samt hvernig mappúlinn svona skiptast út fyrir mismunandi lið. Þetta svo mikið identity í liðinu, það er svo skemmtilegt að sjá CS-lið þegar það finnur loksins svona identity í sitt út af því að nú vitum við að nú þeir spila Mirage, Núk og Inferno, Mirage, Núk, Inferno og meðan viðstöðu, þeir eru svona two-trick pony, þeir spila Ancient og Mirage, eru búin að ná góðum momentum með það, örlítið Núk ekkert spes í því, en þeir hitta samt bara Ancient núna nýlega. Já, ég meina þú veist, það kemur ekkert, ég líti á Ancient sem ákveðið svona reset, bæði mappbreytingin og fleira, þetta er reset fyrir liðin sem voru betri í öðrum uppum, það er svolítið svona núllstilt í það, þú veist, liðin sem er tilbúið að æfa sig, getur skorið fram í þessu mappi. Við meðum ekki gleyma því hversu mikið mappið er í Counter-Strike. Já, ég meina mappið er bara völlurinn sem það keppa á. Þetta er ótrúlega mismunandi á milli mappa hvernig, bara hvaða leikmenn geta skara fram úr og svo framvegis. Algjörlega. Og þú veist, bestu 5 leikmenn á Íslandi getur hæglega að tapa á móti 5 verstu leikmennunum í deildinni ef þeir myndi fá ranga mappið. Já, ég skil hvað meina. Leiðileg fullyrðing, en þú veist, ef að Þór myndi spila á móti einhverju liði sem er í bara neðstu deildinum, þú veist, það öfgadæmi svo það. Það er ás mikið. Það er ekki að segja Tension. Ef Tension fengi sitt besta mapp á móti Þór, versta mappi hugsaðlega, ég er að tala um þannig. Já, semst ef að Þór myndi fara í Núk. Já. Þeir geta ekki spila Núk. Nei. Sem er leiðilegt, því að þeir getu alveg spila Núk. Mér finnst fínt að ég vil bara fá sem fæstlið að spila Núk, sko. Já, ég meina, ég hrósa bara liðum að fara í eitthvað annað mappi Núk. Það er bara þannig. En talandi svona skemmtilegt, svona identity, Þórsliði núna, 2 tímabili röð eru með mjög svona skrítin mappúl. Þú veist, á senast tímabili Vertigo og Ancient var þarna inni en það var rosa lítið spilað. Voru með Overpass og voru að spila eitthvað þannig með upp. Af hverju eru liðið hægt að spila Overpass? Ég veit það ekki. Ég horfði á Overpass leiki á Rio í gær. Já. Mjög skemmtilegur leikur. Reyndar Cloud9 leikurinn á móti það var Dust 2 fyrir ekki. Það var Dust 2, ég er að ruglast. Það var leikur áðan í Overpass. Já, fyrir ekki, ég er til að áðan maður. Það var ágætur, reyndar. Það er fínt, sko. En við talaði á móti Jamie og þeim, hvað þetta er aftur? Outsiders. Outsiders, já. Hvernig fór svo leikur? Outsiders unnu. Nei. Jú, 16, 12 eða 13. Þannig að Vitality eru konur í 1-2. Já. Það er bullandi vesinn á þeim. Bullandi vesinn á þeim. Það er skemmtilegt fyrir þá sem eru ekki að fylgjast með majorunum þá vinsalast bara að kveikja á því leiður búin að horfa hér því að þetta er góð skemmtun. Þetta er top Counter-Strike. Ég meina þetta er ásatíðin okkar. Nánast. Eða þú veist, þetta er 2 ári en ásatíðin okkar. Já. Og alltaf gaman að
að vitna í það og spurning ef við fáum bara fregnir að því hvað í ósköpunum í gangi með leikinn því að hann á að vera byrjaður fyrir alveg nokkrum mínútum en sko, ef við förum aðeins yfir það líka já, tökum bara, þú veist eins og ef við skoðum mappúlið hjá Dusty til dæmis. Já. Mjög default mappúl, Inferno, Nuke. Mér finnst Inferno svo spes pick af því að í minningunni það voru Destiny-liðin ekkert að spila Inferno. Inferno var svona mappi sem enduð oft í að þetta var svona slakara mappi hjá þeim. Já. Eftir að hafa sjálfur vítóð ofta á móti Destiny þá vildi maður mæta honum í Inferno. Þú veist, ég veit ekki alveg, það var eiginlega alltaf mappi ekki mitt þegar ég var að vítóð á móti liðinans. Þannig að ég er spurningu til sér að stoppa upp ykkur á hólur sem þeir eru með að hreinlega hvort að þeir tóku bara með þetta ákvörðunum að byrja á Inferno. Af hverju valdir þú Inferno á móti, þú veist, þú talar Destiny, þá ertu væntanlega að vitna þá í hafið eða... Já, hafið og Dusty þá með alla og Uts. Og já, af hverju vildir Inferno í staðinn fyrir til dæmis bara, já, hvað var besta mappið þitt? Já, hjá ykkur. Á þessum tíma þá man ekki alveg beint hvað var besta mappið okkar en ég treysti alltaf á Inferno af því mér fannst þau vera strattaðari heldur en hinlegin í því. Og náttúrulega, það er mapp sem að býður mjög vel upp á strött. Er það ekki Overpass líka? Jú, en Overpass er svolítið óþægild á þann hátt að sko, það sem ég þoli ekki við Overpass og örugglega ástæðan af hverju Íslendingar spila svo lítið, mér líður eins og ég þurfa að execute í gegnum 2 möpp til að komast á bónsætti. Já, ég skil hvað meinar. Þú ert að execute til að ná brunnunum, þú ert að execute til að ná drullinni, þú ert að execute það í gegnum mappið og í endanum þá endur þetta alltaf á að vera rosalega low utility takes, fattar þau? Já, aim battles. Aim battles með low utility og það hendaði mér óttast ekki. Hvað er þá skemmtilegast mappið að horfa á? Að horfa á? Inferno? Já, ég held að. Mér finnst persónulega skemmtilegast að horfa á Inferno og eftir á hreinlega close second ætli það sé ekki í Vertigo. Heldur ekki að Vertigo sé að fara út úr mappúlinu? Ég held að Mirage getur verið að fara. Já, við erum að fara að sjá Mirage. Það er spurning hversu góða leiku við fáum hér í Mirage. Valve örugglega búin að ákveða hvaða mapp þeir ætla að taka út. Hvaða mapp heldur að koma inn? Ég vonast til þessi Cass. Ég ætla þessu Cass aftur. Ég er Cobblestone megin í lífinu. Já, mér finnst Cobblestone líka skemmtilegt en ég elskaði Cass. En Tuscan? Jú, ég til líka Tuscan líka. Ég er alveg feittir í Tuscan. Ég ætla bara að renema það í til Mill. En CPL-mill? Já, ég ætla að renema það í sérst það. CPL-mill, já. CPL-mill. Já, ég meina fyrir þá sem að ekki vita, það er náttúrulega CPL fyrsta svona heimsmeistaramóti í Counter-Strike. Cyber Pro League, eitthvað. Cyber Athlete Pro League. Já, Cyber Athlete Pro League var í Dallas, Texas held ég. Voru ekki bara allan heim? Já, en aðalmótið var þar, skilst mér. Mörk fór einu svona á það ekki? Já, ég meina Mörk fór, Drake fór það líka. Ok. Skemmtileg sagan. Spurningum við fáum ykkur að fréttir úr leiknum. Herðu? Já, ég var að tella niður. Þú múst að tella niður. En við fáum fregnir úr sögun allavega. Það er eitthvað sem að býður okkar þar. Kannski eitthvað sem að ég bjóð til, ég veit það ekki. Þá er liðin Hakkakotan hann í spað og eftirstendur lið nú sem að væntanlega velja að setja. Kæmi mér ekki á óvart, Halldór. Það er svo formlegt að kalla þig Halldór. Já, ég ætla ekki að kalla þig Tómas restan af kvöldinu. Ég ætla ekki að kalla þig Halldór restan af kvöldinu. Ég ætla að gleyma því og Dói líka rennur svo vel af tungunni. Það er enda rétt. Það er mikið að hafa svona stutt nafn þegar þú ert í eftir liði til að einkenna þig. Það hjálpar. Hvað er óþægilegasta nafni sem að þú hefur verið með í liði? Til að segja uppátt? Já, til að kalla út. Úff, ég er að hugsa um þetta. Það sé ekki Styrmir. Styrmir? Breytum við yfir í Stimmi, þannig þægilega að segja. Já, heldur betur. En já, Klassi er að leita þetta að einhverjum, en Seni, hann er kominn rakleiðis út úr Palace. Það eru menn með honum, en Bjarni kjörstöðu, en hann er hausaður þetta niður. Grípur hérna kúlu á ferðinni. Alveg í gullni stöðu til að tryggja rándið. Það er hérna einum, en heyrir hinum nær raflega líka. Þetta eru stór 2 frögg. Bjarni Lár, klæfir á 100 á P. Báðir á síðspónu, flassið. Það flýgur en, já þarna bara Seni að hitta heldur betur skoturum hér.
Smókurinn kemur þetta fyrir bombuna, þeir eru ekki nálagt, Seni verður að fella á það hér. Gerir það, Alli tekur Clever út fyrsta rándi til viðstöðu. Seni var ekkert langt frá því að hnífa hana. Nei, ég hefði viljað sjá það. Já, sömuleiðis. En hérna sjáum við annar rándi. Þetta er mikilvægasta rándi til að vinna í þessu, Tommy, af því að raun og veru erfiðar heldur en pistolið. Vilja margir meina er ábyggilega rétt hjá þér, því að þetta er gríðarlega erfitt ránd. En nú aftur það er þetta hæga mid-take og hér koma þær 1:30 eftir á klukkuna og þá eru þeir að skríða inn í miðuna. Rísmóka snæper, 2 smókar sem fara í þetta take fyrir viðstöðu strax núna hinn 15 eftir og júsili hjá þeim er ekkert. Sitja bara top mid. Þeir eiga 1 smók eftir. 1 smók eftir og þeir eiga miðjuna. Skilja einn eftir í miðjunni, það er Alle sem að sitja þar með AK. Seni er komið með undirpassið en raflega að taka þetta tilbaka með að pússa þetta inn í Láni, óláni hérna að klera þetta og bakka þegar þeir eru að koma í áttina að B og gamblið hjá nú endan á A virðist vera. Clever með þess að búin að bakka allræmdur B-spilari en hann virðist finna ykkur að lykt þarna. Hendi smók inn í húsið. Alli komið Bjarna, Blikk komið alla tilbaka, Clever og Diglan beint í mark. Farinn á bekkinn, þarf að finna skot eða lifa hér en gerir góðan skaða og Blikk komið með klassi. Seni Lár, Tony með AK. Þetta er vesen og hér þurfa þær að standast. 3-1, ekkert kitt í boði. Vel staðsettur Seni og Tony kláraði þetta hér. Það var í mikilli hættu fyrir viðstöðu. Glæsileg degluplay þarna frá Blikk og Clever til að koma þessu sjens en allt kemur fyrir ekki. Vissulega hættulegt ránd en viðst að það slærði af sér. Sjáu það, þeir breytum gýr, mæta hérna upp A-rampinn. Þeir viðstaða. They withstand. Fyrsta kontaktið kemur hérna hjá tenginu og í jungle. Strestin að raða inn frökkum hérna. Bjarni vantilega ekki að fara að halda þessar Mach 10 heldur að reyna að krækja sér einhvern pening hérna með þessar Mach 10. Gæti haldið henni, það gæti notað hann í að pusha. Það hefur skipt svo miklu máli snemmi í rándinu. Þetta er angle. Sér þetta áður, lið gerir þetta oft, sleppa því að bróta hann glugga ákvært út af þessu. En gefa nú lítið hér. Þess að flassa þetta $100-200 í að klíða snæper. Allega þarna að spreyja hinum við þennan vegg. Það er kassi og yfirleitt einhver CT að fela sig þar en Bjarni hann kann vel við sig upp við B-gluggan hana. Þetta er betur og þeir halda þessu bara, þeir ætla að nota díka play. Það hlýtur að vera. Já, ég meina þetta er hvað, $1.050 sem þú getur nýtt í eitthvað annað. Þetta er líka bara, þú ert ekki að fara að eyða í fulla byssu. Þú ert að fara að nota þetta. Það er líka sparnaði, sko. Nei, ok. Droppin á Pandas áhugavert. Þess að Pandas á núna 2650 sem að þeir ættu ekki. Og Pandas er að fara í play. Það hlýtur að vera. Raflega búin að káseta sér upp á shortið mjög snemma. Eins og vitum viðstöðu, þeir eru mjög hægir. Þessi grensa hérna er að fara að syngja eða hvað. Heldur betur, Seni og Tony taka þarna góðan skaða. Þetta er 1 M4 hauskot og allt er búið. Clever þetta með fyrsta, með ekki með annan. Tony nær rífrækjunu, þetta er stórt. Og þarna kemur að Rafli nær einum en Alli aftur í rífrækjunu. 2 mollar, 3 mollar í þeim að dynja þetta. Það er eldgos í kitchen. 3-3 eins og það er erfitt retake fyrir nú. Hann er komin inn shortið, Alli dansar hann í kringum súluna.
en allt kemur fyrir ekki. Þessar tímasetningar eru gjörsamlega magnaðar. Einhvern veginn lifir hann hér ennþá, Beck og Tony. Hann ætla bara að spila turretið hérna. Pandas. Blaster komið með Bjarna 4-0. Tæft það, en viðstöðu að bara spila postplantið gríðarlega vel. Þarna vantar nú betra report. Það Beckur og svo Horni á Beck, en Pandas trúði heldur betur á kollið þarna hjá Bjarna. Já, ég hef sjaldan séð leikmenn halda Másson lengi inni. Hann var handviss að væri þarna á bekknum. Hann fekk kollið að hann var í Beck, sko, Bjarni vissi á honum, en þeir bara fara að tekna borðinu og búa til nýtt nafn fyrir hennar staðna. Smókurinn fyrir toppmitt. Hefðu þið þurft að nota smókin í það? Nei. Raflega á vappanum og finnur hér Tony. Góð opnun fyrir nú. Byrjar vel. Bissan. Hún hvergi í Hvergilandi. Bakka frá miðjunni en Pandas, hann væntanlega í einhverju vesinni hér. Eða hvað? Þarna finnur fyrsta. En Alli í rífrækinu konu með tvo hér. Fullgráðugur þarna. Þetta reynslan hafa sagt honum að þetta væri ekki sniðugt. Þetta var ekki frítt frækana. En lappin í Rafla. Rafli kom með 3 núna. Finnur ekki 4. Alli nær honum niður. Það Blikk sem komin að vappa núna. Hann ætlar að spila þetta bara hægt og rólega. Finnur vappan á Blikk og vappin krækir þetta í 4 frögg. 3 á Rafli. 1 á Blikk og Pandas með 1 dygluskot og hérna komaði tilbaka í skelfilegu kaupi, segið bara. Já, þetta var séns vappi, það ekki byggt á bakina því að Pandas notaði mökkuna? Jú. Sjáu hversu mikilvægt efnaðar hann í byrjun. Fyrsta frakkið fyrir nú, fyrsta rándið fyrir ekki. Það er ekki með run boost, nei, þetta bara pík. Frá Alli hérna. Clever, að lörka þetta miðjuna. Ef hann lendir á tímasendingu hér og hittir á Alla. Gerði gert góðan skaða hérna, eða hvað? Clever með 2 klassi liggur í valnum. Seni komið vappa. Hann lifir! Hann lifir, þetta frítu. Tony hittir á Pandas en Tony fellur hér. Hvar eru viðbröðin hjá viðstöðu? Hvað ekki sjánleg? Hinn leikmærin bara hörfaði burtu. Þeir voru ekki tilbúinir að æða þarna inn í miðjuna og Clever fekk að komast 1 miðju, 1 í pikkið og tekur 2K. Þarna var óákveðni sem að felldi þetta ránd hjá viðstöðu eða hvað, en þó 2 eftir. Finna Bjarna, en Bjarni hefur betur. Bomban fallin hérna í bjóðsunu, Seni 1 eftir með vappan, verður líklega höndaður en sjáum eins og að peningurinn hjá nú ekki marga fiska. Nei, en ég meina Blikk og mögulega Pandas gætu leitaði þetta allavega. Blikk komin, nei, Clever sem í höndinu. Clever fellir hér en þeir hafa ekki jafn á mörgum byssum enn allavega. Svo víst, sjáum við að Seni líklega næra að halda hérna, eða hvað? Nei. Bjarni finnur hann, annað rándið fyrir nú. 2 í röð fyrir nú. Það er spurning hversu hart eru þeir að fara að raða inn hérna CT-rándunum. Búin að tapa fyrstu 4. Að sjálfsögðu eins og við vitum þá er Miraz gott CT-map. Það sjáum við húspopp hjá viðstöðu. Við sjáum það bara 15 sekundum ára að gerist. Hérna, það er beint út. Raflega komið fyrsta. Það er 1 leikmaður inn á. Hann er fallinn. Með glokkur í höndunum, 1 P250 hérna, en Rafle einhverja alls oddi hér. Klassi þarf að ná þessari bombu niður og nær honum 4-3. Sko, ég held að viðstöðu séu bara sáttu með þetta ránd og... Af hverju var hann ekki löngu farin í plantið? Þeir áttu bara sens á að vinna þetta ránd með að fæta þarna. Það var rétt hjá hann að fæta. Já. Okay. Sko, Rafli var í bullandi vandræðum en beilaður þarna út. Pandas af einhverjum ástæðum nær ekki einum leikmanni. Já, það er stórt. Það er... Þeir sjáum þarna, þeir finna líkt af einhverju veikleika og fara beint aftur í svipað A-play. 3 í húsið. 3 að stakka með. Þetta er ansi gömul defense hérna. 1-3-1.
En Bjarni komin í hjálpina. Labba bara í gegnum smókinina. Pandas gerir betur, nær 2, klassi með 1. Bjarni nær 1. En allt fellur sjálft sig. Þarna ná nú að breyta vörninu sinni á ögur stundu. Og Pandas gerir vel í 2K og A. 4-4, allt jaft. Mikið rosalega eru þeir fljótir að átta sig á sig. Nú, bara með upplýsingunum að það var ekkert að gerast mitt, engin smókur, ekki neitt, þá verða þeir að hörfa. Ef það er engin smókur eða neitt, þá veistu að þetta 5-manna execute líklega að koma að þér. Já, 5-manna execute, bara 100%. Þeir áttu þessu á þessu bara áður en að vistu að gera það. Bjarni gerði sig grein fyrir þessu bara leið. Mér fannst þetta líka mikil áhætti að fara svona, en Pandas kom með Tony. En vissulega, infoplayið miðuna skilaði sínu. Heldur betur, þetta er mikil áhætta en það eru fleiri lið sem hefðu klúrað þessu. Heldur betur, hefðu stikkað þessum 5 sekundum of lengi. 5 sekundum? Hálfri sekund? Það er bara nóg. Það er nóg. Störplindur, en lifir þó. Hann verður að fara að falla hér. Gera samt ekki Bjarni. Bjarni fellur fyrir alla. Og það er Rafle á sjortinu. Clever í tenginu. 5-4, nú eru konur yfir. Og nú vantar tactical pásu við stöðinni. Það er að ræða þetta sín á milli, hvað er að gerast? Það er bara að henda alla á vappan og sjá hvað gerist. Það er ágætt play. Það er bara ágætt display, það er rétt. Eitthvað svona mid-presence hérna með 2 í bíósi. Bústið upp á shortið. Sjálfsmókurinn er góður. Þeir hins vegar hlaupa fram hjá þeim. Og Bjarni og Blikk ná nokkur hér, ná seni líka. Þeir hlaupa bara fram hjá shortið. Ég elska þetta play. Náðu líka ekkert að nýta, þannig séð. Ég elska þetta play. Ég elska líka playið það sem þeir eru bara bak við smókinn á bekknum. Sem eftir að sjá það örgulega líka. Já. Nú er að spila þessa metu sem við tölum þá með, þar sem þeir eru ofan í miðunni. Já. Ég fíla þessa metu. Hún er rosa skemmtileg. Og úr því verða samt að koma, það koma 2 smókar í miðuna. Einn onni rampinn og einn ofan á shortið og mollar fyrir aftan á. Það verða að koma. Já, þú verður að eyða umtalsverðu utility á það, en þetta var hárrétt gisk að þeir myndu fara hann í mid-presence. Nú stundum við giski nóg og getur inn í round út frá því. Það þurfi ekki endilega að koma á þig, en allt infóðu sem færð út úr þessu. Heldur betur telur Pandas og solo-side play á A-side. Sjáum við Inferno, sjáum við Ras. Pandas í S-inu sínu ráðlega komið klassi. En það er allan að Blaster sem að finnur hér fragg á gamla liðsfélag sinn Clever. En Blikk í rífragginu 7-4 hröð round hér, Dói. Hröð og örugg round hjá nú. Það er eins og nú hafi bara vaknað til lífsins. Við tölum að það vantaði tactical pásu áðan. Við verðist ekkert vera á þeim bandi. Allir komin að vappa. Já, enn og aftur. Náði ekki að nýta hann gríðarlega mikið þarna í roundinu á undan. Það sem að shortboosti komi upp, en það er spurning hvað kemur hér. Mér fannst viðstöðu yfirleitt spila best þegar það voru að taka bara hægt við hérna. Sammála, sem double vappa setup hérna hjá nú. Bjarni líka á vappa. Blaster. Já, Pandas vinnur þennan fight á einhvern óskiljanlegan hátt. Blaster er komið með fraggið á B-húsið. Rótið er komið yfir á B-ið. Bomban er rótið yfir á A-ið. En Bjarni finnur Blaster hér. Þarna á Tony að ná þessu fraggi. Pandas leikur á alls 8 hér á A. Hann er með 1 HP, Dói. 1 HP. Og 2 kill sem hann átti engan sens í. Eða hefði átti að eiga engan sens í. Og það eru 8 round í röð fyrir nú. Þetta er dominating performance hérna hjá nú. Skilja það eftir reikinu hér. Eða hvað? Það eru AK-kaup á viðstöðu. Einn á Galil fyrir að raða sér upp í smóka hér beint frá spóni. Þetta klassíska, hvað gerum við ef ekkert er að virka í Miras? Förum í A-smóka. Förum í A-smóka. Já, ég menna það. Kannast allir við þetta. Já. Strákar, förum bara í A-smóka. Gerum við þetta ekki flók?
Það rétt, en það flókið. Alli, hann takkaði niður leið. Það engin molli fyrir Pandas og hann frýtt enn og aftur nær 2K. Klassi svo nær rífrækinu en þeir eru stopp, alveg stopp. Og hér geta nú bara beðið. Rafle kominn með frakkið á alla. Bomban liggur. Vart ekkert örugur. Það Klassi sem tekur Rafle en Clever í rífrækinu. Það allir með sína stöður upp á 10,5. Gerir ekki 12 damage þú skilur henni gegn eða eitthvað? Það gerir alveg smá sko, með vappa. Ég held þú gerir ekki meira en 20. Það getur ekki verið. Einhver að fact-checka þetta. Já. Ég væri til í að fá að vita. En ég held þú gerir ekki gríðalan skada, en þú gerir alveg einhvern skada. 20 ekki neitt. Nei, Ekki með vappa. Ég minnir þetta að það hafi verið einhvern veginn svona, hérna Bjarni komin upp miðuna. Þeir eru bara með fótana á öngjöfinni. Konur í 5. gír, þeir eru viðstöðulausir. Og aftur hittir Pandas á frábæra tímasendingu hérna á A-inu. Pandas bara að leika á alls oddi á A-inu. Það Blikk hins vegar með rífrækið á Klassi. Blaster fellur hér fyrir Rafle og Tony. Hann núna einn eftir að finna, sinn gamla liðsfélaga Clever á B-inu. Clever hefur betur. Tony leikur í valnum 10-4. Það eru 10 ránd í röð fyrir nú. 10 samfærandi ránd líka, Tommy. Þetta ekki búið að vera close. Ekki 1-1-1. Ekki 1-1-2. Doppelvappa sett upp aftur í gangi. Skilja bara auka kolt eftir á spóni ef hann þarf á honum að halda. Þessi smókur geirari. Mjög dýr. Náðlan að rífrækina á Blikk. Bjarni eins og að komin í tengið. Hann með góðan one-way hérna til að góður Bjarni sem með góða grensu á Tony. Og Blaster, Klassi og Alle 1-3 eftir. Smóka þetta út shortið og leita að því hvort ekki þeir mögulega komist inn í tengið. Sita 3 í miðjunni. Smókan á topp tengið. Blaster væntanlega reyna að komast þar upp og sjá hvort þið geti fundið eitthvað pikk hér þegar smókurinn feitar. Báðir að spila núna fyrir utan Murder Hole og Bjarni bara gefur snæperinn. Við bara eiga þetta strákar. Ég ætla að bakka inn á síðspónið. Það Pandas sem að spila close rampin. Einn á Murder og þeir að hallast að B-inu. Já, þetta einhvers konar giskjarni hjá nú. Þeir gætu fundið Pandas bara frítt hérna. Nei, hann að spila hún í rampinum, sorry. Pandas er í mjög erfiðri stöðu fyrir viðstöðu. Já, sérð, ef hann lappar nóg fjær þá sérðu skuggan. Ef að planti kemur eins og var áður en að Klassi með bombuna. Klassi með bombuna. Mjög erfitt. Og bomban liggur. Þeir eru ekki í stuð og Pandas komið 2K. Þetta er ekki gott. Blaster eins og komið Rafle. Þarf að finna Pandas þetta undir en það eru 12 sekundur eftir. Pandas með 3K. Bjargaðum fyrir hotn. 11-4. 11 ránd í röð fyrir nú. Já, hérna hér. Já, var bomban skilir topp mitt eftir eða rótið það bara með hana eða? Vistu það? Sástu það? Nei, ég sá það ekki. Það er spurning. 11-4. Nú hafa nú ekki verið þekkti fyrir að vera með lélega terrorháleika þannig að viðstöðu fyrir að spýta heldur betri lofar þetta og sína hvað þið geta. Hoppaðum í miðjana. Alli kom með Blikk. Nú ekki vera of gráðugur hér. Tekur hérna örlítinn skaða en ætti ekki að hafa mikil áhrif. Klassi kemur hérna yfir í tengi. Þeir ætla eins og að hoppa upp með einn og Rafle komið entry á alla. Snirtilegt. Gerist eiginlega ekki bara betra. Pandas eins og er hérna örlítið í kontakt. Síðan ég að halda Murder. Blaster að klíra snæperinn út. Enginn þar til staðar. Klassi á B-inu. En þeir eru búin að hópa sér í kringum tengið. Mynda einhvers konar demant. Rafle hérna í eldlínunni móti Blaster. 50-50 gerir góðan skaða en Rafle tapar þessum fight. Heldur lífi. Það er
Tóni spila á Ticketbooth, Blasti komið Clever, Tóni komið Pandas, Rafle komið með Klassi en hann var bara 16 HP eftir. Og heldur líklega Armónum og P250 eða hvað? Má ekki vera of gráðugur hér. Og já, núna hugsaði sér gott í glóðarinnar. Varst það ekki fundið einhver frák hér. Það var sko beint á hann. Já, armopennið, hversu gott það samt á P250? Það ágættis nema þess að vera nörf. Það var ágættis sem að keypti hann út af því. Óff! Rafli allt inni komin í sens 10 sekundur eftir. Og þá félaði sig. Þurfi ekki að gefa neitt sens á sér. Finnur hér Blaster. Nei, hann nær þessu. Nei, hann nær þessu ekki. Hann nær þessu. Ég trúi þessu ekki. Tóni hérna eftir. Tóni að sína honum allt mikla virðingu. Allt mikið virðing og já, hann kemst óséður inn á sætið. Hann að leita að Rafle. Kíkir í tengið. Tíminn að teka, það ekki kitt á Tóni. Ef Rafli sér þetta, þá er þetta besta klötsi ég hef séð þetta, Tómi. Það er bara stór, ég á ekki orð! Hvernig hann að krækja sér í þetta? Hann verður að halda sinni, hittar hann hér, heldur lífi, 1 HP og hann nær Tóni samt! Ég á ekki aukatekið orð! Ótrúlega framistæða. Hvernig náða þessu randi? Hann bara yfirspilaði það út í 1. Af hverju ekki maðurinn á sætinu treytaður? Af Tóni? Já. Hann var að vera lengur búinn að því, en hann hélt bara að tími væri bara búinn. Tími væri úti. Ég hélt það. Það voru 3 sekundur á tímanum þegar hann fer að planta bombun, en... Ef þú byrjar að planta þegar það komið 3 þá nærði ennþá. Ef þú plantar... Ef þetta brýtur ekki móralin hjá viðstöðu, þá veit ég ekki hvað. Þetta var 1v4. Ég held að móralin hafi löngu verið farinn, en... Blika, éta grænsur í bíósi. Já, þetta er slæmur kvöldfattur fyrir unga menn. Það er engin næring í þessu. Engin næring í þessu. En Pringles, það er næring í því. Heldur betur. Það er eitthvað fyrir alla þá hörðustu gamers. Því að það er engin... Það er ekkert stykk í því. Það er... Fyrir klöts, Tómi, ég er ennþá bara í sjokk. Já, ég meina þetta er bara performance bara leiksins. Þú veist, þetta er bara kláraði leikinn. Leikurinn er 13-4 akkurat núna, en hann kláraðist í fyrsta rándinu. Viti menn, Rafle, hann bara... Það var sturlað. Þetta var eitt flottasta play sem ég séð. Já, þetta var ekkert of flassi. Nei, vitum að þess aðeins að klöts eru 90% mistök hjá hinnum aðrunum og 10% skill. Þetta var 99% mistök hjá viðstöðu. Þetta var eiginlega svolítið hannig. Því hann gerði ekki neitt sérstakt. Hann bara labbaði inn, hann tók nokkuð skot sem voruleg, don't get me wrong, ekkert eitthvað slæm. Blasti með deklu skotarna. En, þú veist, come on. Tóni kom með Bjarna. Rafle nær rífrækinu. Heitur hauskotunum eftir þetta fyrsta ránd. Blaster hérna ætlar að koma sér á ruslið, sér hérna leikmenn. Nei, sá þú ekki krossa. Eiga hins vegar alla inn á sæt með degluna. Ætla að klíra hann út og Pandas enn og aftur. A-sætið er heimilið hans. Hvernig fær hann alltaf kills sem hann á bara engan business að fá? Það er bara pöndur og frökk og A-sæt, I guess. Sen ég er að koma í bakið. Styrklindur skiptir í AK-in. Verður að lifa hér, Klassi komið Clever. Þá er Pandas einn eftir. Hann á molla. Grensan ekki nóg djúp og Klassi finnur hann. Þetta Diffuse ætti að fara alla leið, ekki satt. Jú, gerir það. En það er spurningur, hann vil ekki fá AK fyrir Klassi líka. Af hverju er ekki að finna hann? Það er spurning. Ja, bara þessu. Það finnir Galil. Betur en ekkert Tómi, en það er samt sem áður gott kaup hérna hjá númunum. 13-5. Búin að, já, náður ekki planti í bara öllum rándum eiginlega. Við kannski kíkjum á skorbordu og fáum það staðfest. Það eru 14 frögg á alla
9 á Tony, 8 á Klassi, 6 á Seri, 9 á Blaster hinum einn. Það eru 22 frögg á Rafli. Blikk á 20, nei, Blikk á 15, Pandas á 20, það er náttúrulega bara monster á A-sætinu. Bjarni á 12 og Clever á 10. Já, og svo maður Mozart þarna í coach-rólinu. Einmitt. Hann spilaði bróðupartin af leikjum viðstöðu framan af. Heldur betur, það hlýtur að þýða að Tony sem sagt byrjar að spila aftur. Já, vissulega. Ég meina, Mozart til staðar en Tony í liðinu. En leiðilegt, Mozart var að byrja að líta helviti vel út. Einmitt. Taktísk pása frá nú þegar ætla að ræða málin hvað í ósköpunum vilja gera hérna. Ég er eiginlega bara samfærður það að þeir eru að fara að kaupa þetta allavega. Þeir eru að fara að kaupa stórt, en hvað þeir að gera? Midránda, take einhvers staðar eftir einhvers konar mid-control? Sko, Tómi, þú tapar 13 rándum í röð. Já. Og svo farið strax tactical time að leiða þú sér að ránd. Já, það er leiðilegt, sko. Það er leiðilegt, sko. Og í þokkabót, þú varst 1v4-aður í fyrsta rándi. Já, en þess að við Pandas og Rafli að vera nánur á spóni. Já, það er nákvæmlega það. Góðir vinir. Við sjáum að þetta byrjar skringilega hjá nú. Það lukkar eitthvað off byrjunin. 13-5 og þeir virðast vera að hallast af A-sætunni það. Engin bomba samt, hún liggur ennþá rétt fyrir utan terspónið. Bassi langar rosalega bústunum allar short. Kemur fyrir ekki. Nómólið það sem kemur á ticketbúðin, ítir Tony aðeins dýbra inn á sítbónið sem gott. Núna þarf Pandas að fara að ná í bombuna en þeir eru búin að svindla leikmanni í samlóku. Það er ekkert meira sem þeir vilja gera í rauninni. Finna Clever hér í bíósunu og hann finnur Klassi. Það var einungis það sem að Bjarni þarf að gera að halda rótiðunum. Finnur hér Blaster, þarf að finna annan, gerir það. Tony liggur í valnum. Nú þurfum við að vera að díla við það. Smókar sem að koma núna upp en bomban. Þetta var, ef ekki kalla þetta double fake. Það var Tejan, gamla góða Tejan. Þetta er virkilega vel útrætt hjá Alli og þetta er Bjarna en... Það er heldur betur að klára Bjarna. Það var Clever, finnur Seni. Hann hoppaði með henni Uspu, já. Þetta er ekki kannski playið sem á þarft að fara í. Nei. En kannski playið sem hún vilt fara í. Einmitt, en nú sjáum við efnaðarinn hjá viðstöð er brotinn. Líklega kemur hérna hetju uppi og Force með í. Já, Klassi á vappanum þessinni. Áhugavert. M4 og alla hins vegar. Rafli finnur Blaster. Það er Klassi með vappa á shortinu. Fyrir þetta einn Blikk liggur þá í valnum. Mollinsvar kemur leið inn í CP-ellið og hann þarf að hörfa þetta niður. Einn í undirpassinu og Alli fellur fyrir Bjarna. Nú hins vegar er ekkert markkontról í höndunum á nú. Búin að hörfa aftur og þeir eiga bókstaflega ekkert. Nei, en Seni og viðstöðu, þeir eiga slatta. Þeir eiga B-húsið, þeir eiga close rampin og Seni gæti á tímasetningu hérna. En ákveður að halda. Hann er aðeins of setni eða hvað, nær þetta Clever. Bomba liggur í valnum, getur gert skada hér. Gerir þetta góðan skada, nær 2 út, Pandas nær ríflækinu en Bjarni er með þess að lár. Það er Klassi, hann er eins og með vappa, líklegast versta vopnið í þessu. Heldur betur en það verður erfitt retake fyrir Klassi í ljósi þess að Bjarni er komin hérna inn í jungle. Bjarni komin inn í jungle og hann er að halda einmitt þessu púsi sem að Klassi kemur út frá. Jacob Picky kemur út, hann veit hann og hér finnur Bjarni Klassi 15-5. Hann ætlaði nýfinn hana. Já, ég held nú það. Það er $3.000 á Seni, það er hæðsti peningurinn á viðstöðu hérna. Mögulega farandinn í seinasta rándið, ránd 21. Og
Það er Rafle sem að leitar að opnun í rampinum. Eins og smókað fyrir 3 að spila assetið í byrjun. Vil ekki gefa það frá sér auðvitað en ég er búinn að leita aðeins nær í tengið. Já, nú ætla ég hérna að taka sér allar sekúndunar í rándinu eru að búast við ykkur pussi sem að viðstöður hreinlega ekki að gefa þeim. Þetta virðist vera svona anti-ego setupi hjá þeim. Sannlega, að lesa rétt í efnahæginn. Já, 100%. Alveg skítmonkir þarna, viðstöðum einn. Hér kemur opnunin. Blaster með Pandas, krækir í AK og Info. Innum einu mappinu hins vegar. Þar er allt að fara á stað. Seni upp á syllinni, Klassi. Hann er spottaður á back, hann rótur eins þar. Klassi og Seni með sikkort. Blikkjumsa með Seni tilbaka. Klassi komið Rafle. Blikkjumsa til Klassi tilbaka en hann á 7 HP mótið 3. Þetta á ekki vera sjens og er það ekki Blaster. Tekur hann út 15-6. Stórt þarna hjá Blaster að ná Pandas, fá infóið og þá kemur alltaf rótitið yfir á bíð. Þið sjáum við ekki utility hent í miðjuna en það eru 3 að fara í A-húsið. Þetta er einhvers konar en það er eins og bara beint upp miðjuna hérna í infóið. Blaster komið með entry á Bjarna. Og veit núna að enginn er þar og þá er bara go inn á side. Tony að finna, nærða fyrsta en Blík með ífrækinu Gröns er að standa af sér. Alli aðeins tekið þetta niður á vini en kemur ekki til 15-7. Já, peningurinn er brotinn hjá nú. Hafa hins vegar nokkur rondina til að loka þessum leik með. Þannig að þeir væntanlega taka sinn tíma í þetta. Sem þeir náttúrulega bara skiljanlega ættu að gera. Það þarf ekki alltaf að gerast hér og nú. Já. Frábæður F-i. Ég fílaði þetta. Það er svona lein á mér. Bara dóabrikk hana. Já. Úf, 3 HP farin að Blik. Vá! Fíli grensa. Komin út úr húsinu samt maður og finnur hér Tony. Þetta er frítt fragg. Þetta kallar rotate og þetta er M4 í höndunum á Blik. Blastin er svo nær að jafna hann við jörðu. Og hinum inn á mappinu þar er ekkert raunin að gerast. Þeir fóru beint í rotate. Það var full rotate af bíinu næstu í. Hefði þetta verið einhvers konar tímasetning þá hefði þetta heldur betur en Blik og kannski ekki að búast þau að fá þetta að peka það á Tony. Þetta var náttúrulega bara góð tímasetning og heldur betur. Sjáu það nú keyra upp tengið. Það er alveg nær fyrsta þetta og Bjarni glokkar hann. Komið vappa núna. Þetta er ekki gott bótt til að hafa en bregst bógalistinn á versta tíma. Pandas komið vappan en Klassi nær honum tilbaka. 15-8 og vappin tekinn upp. Ekkert vesen. Þeir eru konum með 3 í röð núna. Bjarni heldur áfram að gera þessa spónsmóka. Kann að smóka snæpinu frá öllum spónunum hjá terrónum. Það er fínt að kunna. Það hjálpar. Pandas býður til flassinu hér. Það kemur hér topp tengismókur til staðar. Raflega skiptir það örlítið. Það er að móla ekki CP1 en Klassi fyrir til. Nær Pandas út. Störblindur með M4A4. Og það er bara miklu betri byssa greinilega. Bjarni loksins nær Klassi tilbaka. En lár er hann. Klassi búinn að gera góðan skaða. Alli kominn með Bjarna. Sá hann í byssuna? Ég heyri í honum líka. Alli getur bakkað hér. Spurning. Hvað þið vilja gera út úr þessu? Hvort þið vilja bara frista hún á byssu með þetta út? Ekki spes peningur búinn að safnast upp fyrir viðstöðu þrátt fyrir að unnið 3 ránd í röð. Þannig að allt hjálpar. Blaster með flassið. Blaster nær hérna klefur út. Þá ekki Rafle einn eftir.
skilst að hann sé að toppfragga serverinn akkurat núna, 23 fragga honum. Já, kölluðu 24. Hann gerir þetta áðan, getur hann gert þetta aftur 1-4. Getur ekki verið. Getur ekki verið. Aldrei að segja nei þegar Alle í borinu, en Alle finnur hann, 15-9. Peningur núna, nei það er ekki peningur, þeir voru að kaupa, fyrir ekki. Það er ekki peningur á nú. Geta halfbæð, konu með full loss bónus. Einmitt svo hættuleg rándómi þegar liðin eru bara svona að búast við að tapa en þá einhvern veginn gera stöðrarnir. Engin pressa. Einmitt. Engar diglur í höndunum á tveim leikmönnum, tekkur á 3, þannig að þeir eru svona tilbúinir í flest. Betur og núna reyna þeir á Tony sem á setisbóni. Skynsaleg staða í ljósið þess að vitaði líklega tekkurina. Breytanina á Blaster komið 3. Tony stelur 4. en Bjarnar nær. Blaster þetta tilbaka en Alli sendir okkur í 15-10. Og ég vissi að viðstöðu var í góður í City. En það er spurning. Eru þeir nógu góðir? Eru þeir nógu góðir? Það eru 5 rándi í röð sem þeir þurfa og já, þar á meðal þá virðist það vera allavega 3 gunránd sem þeir þurfa að komast í gegnum. Hérna að búa til læti á B-inu, tekur hérna örlítinn skaða. Við erum 16 HP. Það fær 2 grensur og 2 mollar, ekki? Jú, það er nákvæmlega sem hann fær. Engan smoke og leitar vendalega einhverju tækifæri hérna á B-inu til að finna Tony. Tony hérna í alræmdri stöðu. En er að smúka hann út. Þetta hreyfir vörnina örlítið. Þetta tekur mann frá shortinu. Sérstaklega sem að það er leikmaður í snæper að horfa þar. Jumpspottað undirpassið, það er Blaster. Alle er að horfa, hann er að glápa á palasið. Það er hann að horfa á krossið. Þetta verður A-split, Tommy. 2 í tengi og 3 á megin. Góð grensa hérna á Blaster og frábær móli líka. Hann var að smóka þetta út. Clever með gott sigurbyggirna, tekur alla út, það eru 4 á móti 5. Klýra út Engul og fætur öðrum, Bjarni með Tony, Vita á einum í jungle núna, geta smóka út Pander með Pantas með Blaster. 3-2, plant hérna fyrir shortið, Clever í tengi. Clever með Senni, þá er Klassi 1 eftir til að bjarga þessum leik fyrir horn hér fyrir viðstöðu, senda okkur í fleiri ránd. Sigurbyggji kemur en Blikk, hver að hann er Blikk, klárar þetta 16-10 og það er nú sem að krækja í enn annan sigurinn. Heldur betur, og þetta er bara svolítið svona liðir sem að kann mest utility í deildinni, langar mér að segja. Þú horfir á það, þú veist, alls konar skemmtilegt utility sem Molli hérna setja spón og það verðist einhvern veginn eins og allir leikmenninni í liðinu kunna sem þarf að kunna. Já, heldur betur og það er bara nákvæmlega þannig sem að þetta spilaðist út. Þeir ná að gera þessi midtrand-call og ná að spilast út frá því að kunna nákvæmlega þetta utility, að geta kastað hverju sinni þeir þurfa hverju sinni. Einmitt og lið sem að kann skilur alltaf á Molla sem þeir þurfa að kunna. Já. Og við mun tekið eftir þessu ekki bara í Miraz, tókum eftir þessu líka í Inferno, þá gekk ekki sérstaklega vel í Inferno, þá er samt sem að þeir notuðu þeir allt utility sitt og þá sérstaklega Mollana vel. Já, þú trefin að liðin sem klára allt utility sitt, það verður að segjast. Þú kalla menn út sem að deyja með fullt belti. Einmitt. Það er líka dýrt. En já, nú konum með ennana sigurinn, sita núna á toppnum. Þór á náttúrulega leikti góða á móti Breiðablik á 15. En sem komið þá allavega eru komnir enn og aftur á toppinn með innbyrðisvirurinn á móti Þór. Já. Það er gaman að sjá það þar, konum með 12 stig. En já, viðstöðu, hvað tökum við frá þessu leik hjá viðstöðu? Herðu. Hægir í gang? Já, hægir í gang og bara hvað kom þarna fyrir í Terjahæðum? Af hverju náðu þeir ekki láta Vappan syngja? Af hverju
okkur náður bara ekki neitt í ganga eftir fyrstu 4 rándin. Fannst þér þetta samfærandi hjá nú? Já, þessi City-leikur? Eða voru þetta bitlausir viðstöðu? Þeir voru ekki bitlausir. Þeir augljóslega voru að spila leikinn sinn og og þeim leið vel. En ég held, mér fannst að vera samfærandi á þann hátt að þeir bara hreinlega, þeir lokuðu eftir þessi 4 ránd. Það var aldrei close þegar þeir voru terr. Já. Og mér finnst terrhálfleikurinn vera mikilvægari heldur en City. Já, ég meina, þú tala bara eins og sannur yngjumlítir. Nú, náttúrulega sjálfsögðu á toppnum, spútingliðið, allt það. Eru þeir ekki bara þrælsáttir, standa sig vel hérna á móti viðstöðu, enn önnur prófraunin, þar sem að þeir eru, favorites í leik og standast það? Já, ég meina hlökkum náttúrulega til að sjá þá aftur á móti Sögu og Breiðablik. Já, nákvæmlega. Það sem að þeir náttúrulega töpuðu í, tapleikinni koma þaðan. En kritika leikmaður? Ég ætla ekki að vera raflega þetta. Þetta var gjörsamlega sturlað klöts. Hann fraggaði sig inn í hjartaðið þarna. Já, mér finnst þetta að vera ógeðslega skemmtilegt. Já, þeir eru anflottur. Þetta var ótrúlegt klöts hjá hann. Og hann á fyllilega skilja að vera kritika leikmaðurinn. Sko, þriðjudagurinn búinn, Dói. Hvað er að fara að horfa á fimmtudaginn? Eigum við það til? Hvað er að fara að horfa á fimmtudaginn? Það er saga Dusty, Lava, Fylkir og Þór Breiðablik og þetta fer bara spennandi, meira spennandi, mest spennandi. Já, það er raun og veru, hvað segja það? Ég er spenntur fyrir fimmtudaginn og sko, það er frí í heilan dagina. Hvað ef við fara á Blakkandag? Ég geti verið að fara að spila í fjórðildinu morgun. Þannig að... Ég fer þá bara einn. Nei, Tommy, ég ætla að fara með þér á Blakkandag. Ég vil ekki fá það lengur. Af hverju ekki? Ég get ekki vera svona maður. Við förum saman. Já, við gerum það. Við förum einhvern veginn þá bara helgin eða eitthvað og það verður bara hrikalega gaman. En hér úr, hvað ég að segja? Megum við segja, þú veist... Þjóðarleikvangi, rafíþrótt á Íslandi, Arena, Ljósleiðaradeildin kveður í kvöld. Við sjáumst á fimmtudaginn. Tekkið á Majorinu ef að þið getið við kveðjum að sinni. Takk fyrir.